Mættir aftur. Yes, sir. Nýja ári. Gleðilegt árið. Herði, talandi það, nýtt ár, ég var í Netto daginn og það var bara potað í mig hérna, Palli, hvernig kemur nýjástátturinn eiginlega út? Ég bara eitthvað, bara já, podcastið maður. Það var random gaur eða? Já, ef ég átt að þekkja þig, sorry, af því að þú sagðir og hlustaðir alltaf, ef ég átt að þekkja þig, sorry, en ég gerði það ekki. Þú er alltaf svo famous núna, sko. Það er random fólk. Nei. Sko, það er bara svo mikið af fólki sem að, þú veist, kemur og fer bara, þú veist, bæði hérna í vinnunni og í driftinu og bara, maður getur ekki munna alla, sko. Nei. En ég man eftir þér. Já, vá. Sæl. Það er þessi gæi, sko. Það er gott að vita. Nei. Við ætlum ekki að byrja árið 2. Nei, ekki Við bara ætlum að byrja F2. Þetta var hræðilegu tjók. Áttu 3 börn eða hvað hérna? Ekki alveg svo mikið. Hvað segirðu Fannar, blessaður, velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að Hvernig bjóða ertu mig. á nýja ári? Bara mjög góður. Er það ekki? Spenntur fyrir því sem koma skal. Já, ég sá hann á samfélagsmiðlum og þú varst að fá okkur að svaka pakka og skemmtilegt. Það eru nokkru stórir harðið pakkar á leiðinni. Þetta svona 2025, það kendi mér rosa mikið. Það er svona, þú hlutið sér vissum að þyrfti að laga og þá var bara ákveðið að fara alla leið með þetta og þannig að það er gössanlega að vera að endursmíða bílinn fyrir sumarið. Ok, og hvað er svona það sem að er helst verið að gera? Við fundum það út að okkur vantaði öflugur mótor Ok. sem var svo sem ekki, það þurfti ekki öflugur mótor en það er 7 lítra 1200 hestafla mótor á leiðinni. Já, sæl. Það er reismótor. Það er bara purpose build, bara reismótor, ekki það að mótorinn sem er í honum er smíðar öllu leiti en við vildum eiginlega bara svona kaupa okkur öryggi, Já. þannig að við erum ekki alltaf að dansa þetta okkur í línu og þegar það var búið að gera þessa gáulegu hugmynd að kaupa mótor þá þetta var það að gera einhvað í restinni þegar ég hef alltaf þurft að keyra grip úr bílnum og hef verið að díla við sko ekki beint lagg, heldur bara of langa gíra. Ég hef að hugsa svolítið eins og ég sé að keyra dísilbíl. Já. Og ég mani mitt eftir að þú varst í svolítið vesinni þarna og varst að svappa girkössum bara eftir í hvað braut þú varst á. Eða eitthvað svona líka við. Ég oftast bara svappaði en höfði brotnuð, sko. Nú, ok, það var það. En ég var búinn að vera að spila svolítið með þetta. Ég var gott sem fíbl nummer 2 sem setti svona Audi dísilkassa í þessa bíla og sem var alveg frábæri hugmynd að því leiti að þeir eru mjög sterkir. Hugmyndin var aldrei lengri það að það var engi gírhlutull í boði. Þannig að meðan aðri voru að fara í 154 gír eða eitthvað eða 150-60 þá er ég bara í 3 gír þar og 244 og 360 í 7 gír, sko. Þetta eru gírarnir sem virki ekki, sko. Ábúðs að langir bara. Já. Og þannig að þú ert að fara í hvað, nýja mótor og nýja kassa og... Já, ég syns að keypti Dart 427 mótor, turbomótor. Aftan á hann keypti ég Samsonas RS90 kassa sem er svona sequential kassi bara og á að þola ógulegar hestaflatölur og síðan var farið rosalega pælingar út af því að Porschen er þannig uppsettur að hann er með mótorinn fram í, síðan er kúpling, síðan er driftskaft og síðan er gírkassin. Já, Torque tube aftan á. Já, þetta er svo transaxle dæmi og það er ekkert pláss til að gera neitt þannig að við ákveðum bara að kaupa þetta og það var rosa mikið pæling hvaða drif átt að fara í og við fórum mjög dýra leið en eftir að vorum búin að skoða að fara í Ford 88 og hinn og þessi drif sem menn er að nota í heimi það voru íhlutinir orðnir svo það vantaði þetta drif, það vantaði þessa enda í drifið, það vantaði þennan kamp, þetta og bara til að fá réttu gírurina og Já, til að láta þetta allt smetla. Til að láta allt smetla og þetta var komið út í svo mikið af litlum hlutum að það var bara ákveðið að fara alla leið. Þannig að það var keypt svona draumadrif sem maður búin að dreyma bara sem maður sáði á internetu, svona quick change drif. Já. Ok, og fyrir þá sem eru að hlusta podcasti og hafa kannski ekki hugmynd hvaða bíll þetta er og sko, ég get ekki sagt þér hvað hann heitir annað en Porsche en segðu okkur aðeins, hvaða bíll er þetta? Sko, þetta er 1986, þetta er 40 ára gamall Porsche 944 sem ég er búin að eiga síðan 2003 og það má svona eiginlega segja að þetta sé fyrsti bílið minn og
hann er búinn að fylgja mér eins og segi, ég er búinn að, þetta er ekki bara bíll, þetta er ekki bara peningar, þetta er svona minningavél. Maður er búinn að fara í gegnum öll skrefin, gjössamlega, maður er búinn að vera heima á þessu ungur, dreymum að gera þetta turbo og síðan gerði maður þetta turbo og síðan fór maður lengra og þetta er bara búið svona, bara boltið sem er búinn að vinda upp á sig. Og mér fannst alltaf gaman að, eins og segi, það var sárt að hugsa á sínum tíma að fara að skera hann allan í sundur og fara að breyta honum en ég sé ekki eftir því út af því að þetta er ennþá bara sama sagan og ég byrjaði með. Akkurat. Það er ekki að þetta er, þú sér það alveg strax að þetta er 944 sko. Já. Þetta er ennþá sá bíl. En það er ekki margir sem það sagt að það áttu Porsche fyrsta bíl. Það er alveg svolítið skemmtilega að segja það. Ég ætla ekki að segja að þetta hefði verið dýrt á sínum tíma sko, en Nei, þetta voru kannski ekki það dýrist þá. þetta var ekki þannig dýrt sko, en þetta er orðið ógulega dýrt í dag. Já, ég held að ég hefði sendið skilabóð fyrir hvað, 2 ára síðan, 1 ár síðan því ég var að skoða svona. Ég lókaði svo mikið í svona, Já. en þetta er bara, það voru erfitt að útskrifa fyrir konuna að maður vilja eiga 5 milljónir í Þetta er nefnilega sko það gamla bíl. það sem bæði er að ske með gamla bíla í dag og bara sérstaklega þessa Porsche en bara gamla bíla yfir höfuð. Það er ekkert að koma í staðinn. Nei. Þessi bílar í dag, þetta er meira orðið jartenging í dag. Það er allir bílar orðin rafmagns, það er allir orðin sjálfskiptir og þetta þarf ekki að vera upplugt lengur, þetta bara þarf að vera jartenging. Og það er það sem þetta gefur svo mikið og þetta er einmitt sem þú lappar ekkert brot í búð og kaupur svona í dag. En á aftur á móti þá er leikurinn með Ford-bíla í dag að þetta er orðið meira peningamannaleikur heldur en áhugamannaleikur. Það smittar svolítið út frá sér sko. Nei, það er til eins og það er ekki að fara mjög langt aftur á bak sko. Nei. Bílinn minn er bara 2016 sko, Mhm. Fordin, og hann er strax beinskiptur, turbo, Já. komið með, við getum slögt allar spóðvörn, þú veist, að titra allt eða búin að gefa mikið í, Já. þetta er svona tilfinning, skilur við. Já. Og leiðu þú ferði í bara 5 ára nýri bíl, þá er allt farið. Það er allt farið. Það er bara, Þá eru menn bara að segja þér sögu hvað sjálfskiptingin er með marga gíra og hvað hún skiptir sér rosa rætt og við erum alveg þetta svona. er allt bara orðið svo einfalt sko. Þetta er bara svo að spila tölvuleik og easy alltaf sko. Það er sem ykkur, ég með 8 að gýra, 8 HP, maður bara, ég er bara mér alveg sama. Ég hef engan á það því, þetta er bara sjálfstöð bíl. Mér finnst bara skemmt að skipta gýra. Ég tala um það, ég á vini sem eru með 8AP og eru að fara í 8AP en ég ger líka grína því að það er allir haldandi á okkur biblíu eins og þetta sé svarið öllu en það er eiginlega lengi búin að lesa biblíuna sko. Þeir halda bara á henni sko. Já, Það er, eins og segið, þetta er ekki bara plug and play og síðan er bara gaman sko. Þetta þarf að stilla þetta allt til en jú, þetta er frábært en mér finnst þetta ekki nöðsynlegt. Nei, ekki í þessu allavega. Nei. það er náttúrulega virkar vel, það er ekki hægt að neita það sko. Þetta er bara budget sequential skiptir. Já, þetta er sín virkar, en eins og segist, fyrir eitthvað svona keppnistæki eða eitthvað sem ef þú vilt bara, Já. bara leita af tíma, en ef þú vilt, eins og segir, bara fá tilfinninguna. Geðveitt í sko, Já, er bíla, þetta er geðveitt í hringakstursbíla Já. en mér finnst þetta með bara að stoppa það sko. Þú vilt ekki fá þetta í driftbílana? Nú er mér sem búið að banna þetta úti Ok. Nú, ok. það er bara DCT og sjálfskiptingar partur af leiknum er að tímasetja gírskiptingar og fjara á kúplingum og gera og græja, jú, það er til einhverju simulator kúplingspetalari í þetta og bla 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 en þetta er samt bara ekki það sem þetta á að vera ekki það ég syns að segja að tala niður það sem aðra að gera, þetta er bara sumir eru þarna og aðrir eru hérna sko. Akkurat. En það er líka, þú veist, eins og þessi sequential kassar eru náttúrulega orðnir alveg geggjaðir. Þú veist, þú valla þarft að gera neitt, þú ert bara, þú veist, upp og niður, skiluru, í gírana. En mér finnst það vera meira heldur en með sjálfskiptingu, þar ertu ekki einu svona með neina gír einhvern veginn, sko. Nei, en sequential, þarna er miskilningur í gangi. Sequential er gírkassi og sequential þarf að kúpla, alltaf. Já, en þú ert bara með stönginu náttúrulega upp og niður. Já, það er bara upp og niður, já, þetta er bara gírkassi sem áfram og aftur og bak, það er bara munurinn. Það er að kúpla alltaf á milli gíra. Alltaf á milli gíra. Það eru til, sem þú getur fengið svo kallega svona load cellu til að kötta kveikju og svoleiðis. Þetta er ekki notað í driftbílum. Spólið rugglar í söllu og þú enda bara með ónýndan gírkassa bara eftir korter ef þú ætlar að vera bara neglum í gíra. Þetta er bara notað í rallybílum og kvartmýlubílum og eins og segi, í hringakstursbílum. En þetta slítur þessu öllu, en í drifti er þetta ekki notað og já, þá ertu bara að kúpla alltaf á milli. Ég meiri sem var sjálfur haldin þessu miskilninga, ég gæti bara nelta milli gíra þangað til að þegar þetta var eins og segi, ég er búin að lesa allt internetið og horfa á öll myndbönd sem bara sína allt innan úr öllum þessum driftbílum út í heimi hjá öllum þessum stóru köllum hver einasti stígur á kúplinguna í hverjum einasta gír
það er svona, eins og segi, þetta er ég með þessi sjálfu vissit ekki, sko ég held að Já. þetta væri bara negla milli og þetta væri svona hálfgeð svona cheat code, sko Já, maður, náttúrulega, ég hef bara setið í rally og svona, þá Já, já. bara kúplaði að til að leggja af stað, svo bara raðin gera, en þetta er nýtt. Já, ég var ég var haldið þeirri kenningu að þyrftir ekki, þú væri með kúplinguna, þyrftir að nota hann allan í fyrsta og öðrum og eitthvað svona. Já, já. Þegar þú væri komin í hærri snúninga getur þú bara þrykkt á milli, en einhverju kassar sem eru kallaði dogbox væri sko einhverju sem þú þyrftir alltaf að vera að kúpla og væri svona minna. Sko, dogbox er basically bara beintindi gírar Já, sem er líka í sequential kvössum það er svona syngur alltaf í dogbox kvössum og þetta er eins og segja að keira bíl með dogbox kassa eða sequential kassa þegar þið líður eins og kassin sé ónýtur bara af hljóða. Það er bara lætin. En segðu mig, þessi Porsche þú ert á núna, er þetta sami bíl og varst á bíladögum einhvern tímann með svona púsluspilahút? Já, þetta er það. En Þetta er sami bíl. það er 2013 Já, það hefur það lengi. En önnum pæling, víst þú að því að ég náttúrulega var búin að grafa svolítið mikið í þess að 944 og svona, með þetta torque tube, þannig að Já, hvernig er þetta sett upp hjá þér? Vist, er þá girkassin við mótorinn? já hann Hann er aftur í. hann er aftur í og hefur alltaf verið aftur í. Og notur þau bara orginal torque tube á milli eða er þetta allt sérsmíðað til þess að þóla þetta? Torktúbið í honum er gott sem það eina sem er þarna sem var í honum þegar ég kaupa hann og er bara Ok. búið að vera í honum síðan 1986. Og er sama, vist, er ekki drifskaft inn í? Jú, þetta er bara túpa Já. og inn í þessu er 2 metra langur öxull sem er svona 21-2 millimetrar á breidd og þetta er eins og títibrjót og það sem er búið að halda bílnum á lífi er að þetta snýr upp á sig þetta fjadrar það er hægt að fá til dæmis svona clutch delay kit til að minka högg á drifur og svo leiðis þetta basically vinnur þannig Það er svona heitir þetta torque tube, að þetta vindur á sig. já, basically, en þú átt náttúrulega ekki að snú upp á það og við tókum gírkassan úr honum í gær til að máta bara það sem er að koma og mæla út og þá sko, ég vissi að það veri snúið driftskaftið að framöður hjá kúplingunni en það er líka snúið afturöður þannig að það er bara komin alveg svona hressilegu snúningur það er sem búið að herða skaftið Það lítur bara út eins og reipi eða orfir á. já, þetta er þannig sko. Það er bara nýtt. þetta er óulegt þetta er eiginlega ótrúlegt að þetta hafi þólað allt sem er búið að leggja henni bíl á það hefur ekkert verið sparað að nota hennar bíl sko. Nei, við veitum það Líka bara þetta hafi ekki brotnað. já, Þetta sé bara búið að herða upp á sig sko. en einhverju einustu ferð hvort sem ég er að fara norður eða til útlanda með bílinn eitthvað það fylgir alltaf 2 driftskjöft bara til að vita af þeim en Já. ég hef aldrei hurt að nota þau sko. Bara til að vera safe. Gott í þessu. já, Það er bara við þess vera. og mér meiri sér sko, við erum búin að vita af þessu snúning sko, þegar við tókum vélnúrunum 2020 þá fórum við yfir hana þá einmitt sáu að það var bara búið að snúast 5 mm upp á driftskættið þar sem kúplingi var og það var eiginlega bara af því að þetta virkaði ef við bara settum þetta saman aftur þannig þetta er bara búið að herðast og þetta er eins og sé, þetta er ennþá í bílnum. Það hefur verið svo leiðilegt ef þið hefði skipt um þetta og það hefði brotnað og er bara svona já, okkur voru ekki með gamla í. Típist að það gerist. Algjörlega. Leiðu þessu til annað í það bara brotna. Já. Það næsta. Já, mann hefur alveg hugsað þetta oft sko. Bara ef þetta virkar þá bara let it be. Það er merkilegt að það skuli þóla þetta sko. Það er snertir á að þú hefur verið að fara þarna með drifsköftin með þér út og þú ert búin að vera svolítið að keppa úti. Þetta snýst aðalega bara um að leika sér. Já. Meira kannski þetta byrjaði 2018 sko, 2015 byrjar það að ég var með mótor sem við höfum látið sérsmíða fyrir okkur út í Ameríku og búið að sko, eða ólegum peningum í og þetta var bara, eins og segi, kringu 400 hestöfl sem var geðveikt þá en ég stimplaði hann út 2015 þá byrjaði svona, eins og segi, svona bolti sem rúlaði frá okkur að ég ákvað bara að skipta í viljónum bara nú ætla ég bara að fara í eitthvað sem virkar bara uppskrift sem er bara einföld og ég er ekki að fara að vera með í höndunum og ég vestlaði 400 hestafla LS-mótor bara nú er ég komið svar af öllu og sama tíma byrjaði góð vinn minn að Birgir Sig að smíða bíl og þarna byrjaði við bara að íta okkur annan og bara hann ætlaði turbo, þá ætlaði ég turbo og hann kaupið svona turbo og þá fór ég í stærra turbo og svona var þetta bara og þetta var alltaf stefnan ég er að fara út með bílinn Biggi voru undan, hann kláraði 2017 og fór út og ég fór út síðan 2018 með þá Arnur Gísla
og síðan er þetta bara búið svona að þróast hvernig er að komast út og hvaða leiðir eru bestir og 2018 fyrir við með gám 2019 fer ég sko á Seyðisfjörð og tek ferjuna yfir og þetta bara, ég heiti 600 í ferjur sko, ég var bara þunglindur á að sitja í bátum sko. Þá fórstu með hann á bílaflutningabíl bara, eða ekki? Já, þá hafði ég keypt Sprinter sem við græðum og fór á honum sem sagt fyrst til Noregs og vikun eftir fórum við til Svíþjóðar, tókum þátt í svona litlu íventi þar. Já, diskodans eða ekki? Diskodans 2, þetta var annað árið sem ég heldur diskodans og það dó síðan bara eftir þetta, þeir mistu brautina en þetta var eitt skemmtilegasti viðburður sem við höfum bara tekið þátt í. Þó að við kemum beint frá rútskóin, fórum við bara á litla braut sem var bara stærði AIH-brautina og úr því að vera sko 30.000 manns ég að vera 5.000 manns þarna og það var bara, þetta var bara brjáluð stemming og þetta var svo gaman þarna sko þetta var sko, það gæti ekki hver sem mætt það þetta var sko, það voru 60 bílar sem fengu invite og ég hafði sendt mail nokkrum mánuðum áður spurði ég hvort að ég og Gretar Karls gætum komið, værum báðið með mjög sérstaka bíla og það fengu 30 svona próbílar sem væru bara öflugir og flottir og svoleiðis, þau þurfa alltaf að vera það, þau þurfa að vera flottir þetta mátti bara ekki vera, bara E36, 325 bara hérna og ekkert meir búðingur, það vera meira sjó bara og síðan voru 30 svona stansbílar, bara spólbílar og það var bara einhvern veginn bara svona væp yfir söllu, þú fannst, þetta var svo sem saman gætibíl, það voru allir bara komin til að hafa gaman engin rígur, ekki neitt, það var keppniðan og allt en þetta var bara svo afslöpu stemming og við vorum hann 25 manna hópur sem fórum út 2019 og við eittum hann rúmum 2 vikum hann milli Noregs og Svíþjóð og þetta var bara, við tölum ennþá þetta bara eins og þetta hafa bara gæst í gæri og hvað þetta var gaman sko. Já, leiðilegt að missa út í það er sikið til lengur það er alveg þannig sko, en þetta þróaðist bara úti að við fórum að fara á gattabíl í Svíþjóð og bara kynnast fólkinu Já. Er þetta ekki bara á því fastu liður bara? Nánast? Já, ég er búin að fara út núna 2018, 2019 síðan kom COVID og skemmti þetta svolítið fyrir okkur en ég er búin að fara 23, 4 og 5 út og er á leiðin út 26 Ok 25, þú varst helviti lengi með bílinn úti eða ekki? Fórst alveg bara Bílinn fór út í mars fór mér sem sagt ég fekk hérna boðum, ég var sem spurður áramótin hvort ég geti komið með bílinn út á sýningu í Svíþjóðum páskana og ég bara byrjaði einhvað að djögla spilum og ég bara það er alveg doable og það fóru bara hann nokkrir mánuði að gera allt reddi til að vitandi það að ég myndi skilja bílinn eftir og hann þyrfti að þola heilt sumar þannig að það var bara vinnur og fjölskylda sem hjálpuðust við og við breyttum rosalega mikið hlutum og bílinn bara gerður eins og nýr og þarna var hann bara skellt á sýningu og við vorum að lenda í vesinu með það að fólk trúði geta verið driftbíl hann var bara settur í einhverja stanshotnana með bara mörgum af flottustu bílum í Evrópu hann horfði bara á það, þetta getur ekki driftbíl þetta er hringakstusbíl, þetta er ekki driftbíl sko, hann er með risastóra væng og þessar felgum ekki sens og það bara maður þurfti alveg að útskýra fyrir fólki sko. og sína bara vídeo og myndi bara, jú, þetta er víst driftbíl en síðan eins og segi, ég hafði kynst ljósmyndaraðan úti hann bjóð á einhverju jörð þarna hjá einhverjum gamlum óðalsbónda og ég fekk að geyma bílinn bara inn í einhverju skemmu og honum hann á milli okay. Þannig að þetta var bara algjört, þetta var bara þvílík veisla og bara minningar, það sem þetta snýst Já, algjörlega. Það er ógeðslega gaman einhvern veginn, bæði bara, þú veist, þegar maður er að tala gatubíl í Svíþjóð eða Noregi eða einhvern veginn, það er rosalega gaman hvað liðið er svona hjálpsamlegt, þú veist, sem er í kringum þetta, þeir sem að maður kynnist allavega, að þeim finnst svo magna að við séum að nenna standa í því að fara með bíla þarna út, að þeir einhvern veginn bara svona reyna alltaf að gera þetta auðveldar einhvern veginn, sko. Og þeir áttu að segja því, og það er langt segja áttu að segja, við erum að ná áhuga og við látum ekki einhverja bátsverð og einhverja 100 kilometra að stoppa okkur, sko. Og þeir kunna alveg að meta það, sko. Það er miklu dýrar á meira vesinn fyrir okkur að koma með bílinn út eftir en þá, sko, sem er það er bara, ef þú ert í Danmörku eða eitthvað í Þýskalandi, hendur þessu bara kerru og bara rúndar. Það er rosa þægilegt, sko. Það er mjög þægilegt. Geta kyrrt á milli landa, við erum náttúrulega bara á fangelsisnýlendu hérna, bara fastur að eyju. Algjörlega.
bara, já, 300 skatt í bát og alltaf, og já, þetta er náttúrulega bara veginn. Það er með eitt sem ég þekki að núti sem að hann er með E61 túring bara með krók og rúlar bara niður á rútskóin bara með hjólísi sitt aftur í skilur upp bara eitthvað, fuck maður þessu það er að keyra í 3 tíma, ég bara eitthvað, þú veist það er mjög auðvelt að keyra í 3 tíma og þú veist, þú ert á einhverjum slömmuðum bíl með hjólísi og það er ekki eins og hraðendranir fyrir því, sko. Nei, það eru margir hlutir þannig að muni einfaldari. Já, svo þurfum við, bara við það að við keyrum norður og þá þurfum við að fara í gegnum sko möl á jörðin, eða götunni, því það er verið að laga einhvern veg og hólur og hraðendranir. Þetta er svona, þeir hafa mikið auðvildara að fara á milli staða þegar þú ert á meginlandi heldur en að vera á svona lítið eyju, sko. Það er þannig. Ég meina, ég er búin að skipta rúðu okkur innan sumar. Alltaf á leiðinni, sko, það er eitthvað við þetta. Ég fæ alltaf sprungu í framrúðu á leiðinni norður á bílda, eða á bílda. Svo skiptum við framrúðu, næst sumar, aftur. Sprunga, eða stengast, sprunga. Ég bara, þetta er fokkin djúka. Svo fekk ég símt á það seinast skiptum núna í sumar, þá var vís eitthvað tríma, bara, hvað af hverju þetta, veist, annað framrúðutjón, ég bara, já. Og það 3 ári röð. Og ég bara, segja, hvað er að gera það, skilur? Ég fæ bara stengast alltaf. Eins og þeir leggja alltaf nýja klæðningu alltaf þegar bíldar eru. Akkurat. Mæti halda það, sko. Þeir gera það alltaf, sko. Þeir gera það alltaf. En það, veist, þetta er þetta fárlegt, sko. Þeir hafa verið að halda það og verið að þeir hafa bara, þessi er eitthvað tryggingasvindli á þessi gæða, sko. Hann þekkir einhvern á rúðuvestæðinu og hann er bara að setja peningi beint í vasan. Já, ég meina, en þarna, hvað græði ég á því að skipta framrúðu í svona ári? Ég fæ ekkert út úr. Þeir halda bara að þú hafir ekkert skipt hana. Það hafi bara tekið peningin. Já, ég veit það ekki. Eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég veit það ekki. En segja okkur aðeins, hvar byrjaði þessi bíláhugi? Þetta byrjaði úr æsku alveg. Okay. Sem sagt, ég á frænda sem gekk mér svona í föðustað. Okay. Hann var með sínu inni sem heitir Guðbjörg Guðbjörgsson og þeir voru saman í gott sem öllu motorsporti, sem var toffara, rallycross og bara go-kart og maður var alltaf á kantinum, fekk að fylgja með og það sem einkenndi þá og það voru alltaf Porsar í kringu þá. Okay. Og þetta er stór furðulegur áhugi. Það er miklu einfaldra að vera áhugamæður með JAF og það er miklu einfaldra áhugamæður Benz en þetta er svona smá áunin smekkur, sko. En þú lappar heldur ekkert inn á listasafn og segir að allt sé flott á vegnum, sko. Þú þarf að læra að meta það. Akkurat. Og þar kemur þessi Porsche áhugi hjá þér aðalega þá? Það hann kom, já, þetta var eiginlega bara komið inn á mér úr æsku, sko. Þannig að þegar ég er 15 þá eignast ég fyrsta Porschen sem var allt of stór biti fyrir mig þegar ég var 15 ára og ég kaupi sem þess hvítabílinn 16 ára. Okay. Bara þarna var að styttast í bílpróf og þarna var bara hlutur sem við gátum bara lagað og komið á göduna og þetta var sem þess, ég byrjaði bara bílprófið á Porsche 944 hvítum. Já, ég keipti til þess að mæta á fyrsta Porsche klúbb hittingin. Það er okkur þannig. Út af því að sem þess, frændi minn átti þá annan svona Porsche sem sumir ákveðin að höfðu stólið 16 ára gamlir og brutu girkassan í honum nokkrum dögum fyrir henni hitting. Já, ég veit. Þannig að þetta var svona smá. Já, svo redding. Þetta var gaman, þetta er minning í dag. Það var kannski ekki gleðefnið þá. En hvað hinn bílinn, hvaða bíl var það sem þú fegst fyrst þannig og... Það er 1980 árgerð af 924 Turbo og ég átti hennar bíl í mjög mörg ár. Þess að hann var alltaf í geymslu hjá mér. Já. Og ég var ekki fyrir en ég seldi góðu vinnu mínum hann, það er 2013 eða 14 síðan sér hann, nei það er aðeins fyrir, það er kringu 2011-12 síðan sér hann gerir hann og hann flytur hann til Noregs. Ok. Þannig að mér fannst líka rosa gaman í sumar þegar ég fór út í Noregs. Já. Þá fór ég, þá fekk ég að vera í húsinu hjá honum og ég tók og reif bílinn úr, bílinn stendur bara inn í skúri honum, búin að vera ónotaður síðan að fótt í Noregs og ég bara pumpaði dekkin og ítti honum út og ég var að taka mynda af 2 fyrstu bílunum mínum saman. Mér fannst það alveg þvíli, þetta var bara frá mér til mín. Akkurat. Er það rauði þá? Nei, þessi var grænn. Já. Ok. Það fengu ekki margir að sjá þennan. Nei. Það kom ein Emil mynd á honum 2013 sem sýndan tilbúin og síðan fór hann út í á stutt eftir það, já. Ok. Þannig að tæknilega var það svona fyrsti bílinn en hann fór aldrei á götuna þannig að það var ekkert svona fyrsti bílinn sem þú keyrir. Nei. Þannig að hvíti er svona fyrsti bílinn sem þú keyrir og byrjar að elska sem bara fyrsta bíl. Já, og var bara þekktastu fyrir hann.
Já, algjörlega en síðan þegar, þú veist, eftir að fórst að breyta honum og gera hann að driftbíl og einhverju þá náttúrulega byrjar að keppa hérna heima og hefur tekið þátt í alveg slatakefnum og svo komstu inn í Nesjavalla leika að byrja kannski að fikta eins í þeim. já, Sko, ég keyrði Nesjavöll einhvern tíðan Mhm. hugsaði, þetta er geðvægt, það væri gaman að gera eitthvað hérna og ég nefni þetta við vinn minn, hann Guðberg, hvort að hann væri nú ekki til í að elda mig á þyrlunni sinni í Nesjavelli. Það var bara að horta á mig eins og hálfviti en leið og hugmyndi var búin að malla í svona 2 vikur, þá kom bara, heyrðu, gerum þetta. Já. Þá var bara hringt í aðra vini og sem gáttu tekið þetta upp og við ákveðum að pröfa að bara láta þyrla elda okkur Nesjavellina og þetta sló í gegn. Fólki fannst þetta bara ótrúlega að maður skuldi hafa gert þetta og fyrir mér var þetta bara þetta er hálftíma út í bæinn, þetta var svo einfalt og bara við búum á Íslandi, sko, þetta er frelsið sem við höfum. Auðvitað er þetta kólólulegt og þyrluflugmaðurinn misti flugleiðið þarna Já, ok. ég var búin að heyra því en eftir að ég gerði það þá svona ákvæði bara, ég ætla að fá fleiri bíla en upp yfir og ég bauð bara hóp, ég bara handvaldi bara menn og sagði, vil ég koma inn upp yfir og við keyrum og við gerum þetta samt sko skipulætlega, við vitum að þetta er langt frá þegar löglegt en við pössum upp á bílarnir á númerum við lokum veginum, við erum með talstöðar, við erum með spottera fyrir allt og við, eins og segi, við erum ekki að ónáða neitt og þegar, og við hleypum umferðin á milli umferða og þeir sem koma að þessu þeir ofta stoppa bara til að horfa á og spjalla sko, og sjá þetta sem jákvæðan hlut. Ég held að öllum finnst þetta geggjað sko. Þótt að þeir sé ekki í bíla sko. Það er nefnilega og síðan sko, síðan er ótrúlegt hvað útlendingarnir nefnir þetta við mann. Það bara, þetta er geðveikt sem þeir að gera og bara, þetta er það sem Ísland er og þetta er það sem við höfum að nota. Ég meina, ef við getum spólað í hringautunum Geysis, þá myndum við gera það sko. Algjörlega sko. Já, ég meina, þetta er náttúrulega þetta er kannski miklu erfiðar að gera til dæmis í Evrópu, tölum ekki Þýskalandi eða eitthvað, það sem allt er bannað það er og mynda vel út allt og... sko, við erum að detta í svona forræðis hyggjunland og það er allt bannað en við erum samt ennþá með svona smá goodwill bara svona ef við gerum hlutin almennilega Já, svona milli fólk, það er kannski enginn að fara að hringi í lögguna Nei. Ef þið sjá þetta eða það er engin myndavélar út allt Nei. Eða, þeir eru líka ánægðir að við séum ekki að gera þetta niður í bæ á lögataskvöldi sko. En það verður svona kannski að spyrja út í það og kannski kýrskot og svara þetta ekki hafið þið fengið eitthvað svona tiltal frá löggunni eða eitthvað út af þessu vídeo eða hafið þið haft samband við ykkur eða ekkert svoleiðis Það hefur verið haft samband um mig ekki frá lögreglunni samt svona reynt að slá á puttan á okkur en það er hægt að snúa sér líka þetta er lögreglumál, þetta er ekki motorsport tengt mál Nei, maður bara spáskilur en þú veist, þeir alltaf gerir þetta á eins og ég segi, við höfum líka passað upp á að þetta sé gert eins og við séum að halda bara lokaðan viðburð og þetta sé bara eins og við séum að halda keppni sko. Það er bara fínt, það er bara geggjað En ef maður hugsar út í það, leiðilegt að hugsa út í það því að þetta er örugglega bara svona núna og kannski bara næstu ári er örugglega bara svona síðustu árin sem þetta verður möguleiki áður en þetta verður allt bara bannað og lokað og instantly einhver komin að það brjálaður og það er mitt stað það er nefnilega þannig Já, nema að verður þannig að þetta verður einhver viðburður og það verður þá lokað eins og rally er bara lokað vegurinn þetta er bara lögulegt já. Þú veist, þetta er mínum að þetta er ekkit hver er munum til þessu rally til dæmis það er tæknilega þessi engi munur sko. Ég er oft spurður hefur reynd að fá leyfi fyrir þessu ég veit bara ekki hvernig ég á að spurja lengur sko. Nei, ég menna ég held nefnilega sko ég hef stundum lifað með þessari að það er betra að spurja ekki um leyfi og beðast bara fyrirgefningar heldur en að reyna að finna einhvern og spurja um leyfi og fá svari nei það er oftast auðveldara en maður þarf samt að fara að valja þegar hlutinir eru orðnir ólöglegir maður fengi alltaf nei, sennilega en maður bara hugsa skilur ef maður ber þetta saman við Lemmisrally sem er á svona að segja almenningsgötum þóttu sem alavegir, skiptir ekki máli þetta er samt bara fjallavegir eða eitthvað sem eru þá lokaðir og skipulagt
það er engin munur á þessu. Sko þeir Þannig muni séð. pottið reyna að koma með argumentið að þú veist, þú ert að skemma veginn á því að vera að spóla, þú ert að skilja eftir för og eitthvað sem rally gerir ekki, sko. Það er örugglega, það myndi Nei. pottið koma eitthvað svona argument frá hvað, þú veist, það er pottið vegagerinn sem þarf að samþykja þetta og svo þarf örugglega að fá samþykki frá einhverjum í lögreglu, einhverju, sko. Já, það ég er meina, einmitt veist- sko, sett þetta niður á blað og reynda að fá leyfi, það er einmitt málið. Já, Ég ætla að fara þetta á Nesjavelli við hliðin á Hítavaslögg sem er bæðu við langt frá veginum en það menn þurfa alltaf að nefna þetta já, og ég er að fá að spóla það. Þetta bara, menn horfa bara á því bara, nei, þetta virkar ekki. Þú bara farið heim í tölununa, sko. já, maður fær strax nei, sko. Það er einmitt, Sjálfsögðu. en eins og segi, það er þetta að dansa eitthvað í kringum þetta að fá leyfi fyrir hinn og þessu, taka upp auðlýsing og gera græja. Já, það hefur nú verið gert Það hefur verið gert. og þú varst nú eitthvað partur af því, eða ekki? Ég fekk að fljóta með það. Já, það var hérna kampanir. Það var kampanir. Það voru einhver sem spóluðu, ég man, það var sko, var ekki byggið? Það var í og byggi, ætlum Já, spólaðan. já. Og þinn bíl bilaði eitthvað smá. Ég braut girkassa Já, í fyrsta runni. úi, hversu pyrrandi. Það var smá þreytt. Býtu Já. alltaf að vera auglýsing eða hvað? Sko, það var sótt að Sóttum að fá að auglýsingu. taka auðlýsingu upp kampana, tekur 5 mínútur. Já, Ok, þannig að kampanir voru lokaðir, þeir spóluðu upp kampana og svo bara hlifta aftur umferð og búið að taka vídeo já, og hérna, náttúrulega löggan kom að það var eitthvað að spjalla við ykkur og eitthvað. En, þú veist, En það það var bara hvernig gengur. Já. Það var ekkert á neikvæðanótum, sko. það var náttúrulega bara búið að gefa leyfi Já, já. fyrir þetta og hérna, en veistu það, þurfti að taka fram að átt að spóla í þessu auglýsingu eða það var ekkert gert. Nei, Það var bara, við ætlum að keira bíl upp kampana, þetta er bara, var bara einfalt. akkurat. áþurfa að segja mér Já, þarna hefði svarið örgulega verið nei ef það hefði verið, Já, ef en það hefði þarna, verið spól, sko. þarna, veist, hann segir þið hvað þetta er alltaf að gera. Bara ekki Mhm. allt, en Já, alltaf ræði, þarna það maður að dansa á línunni, Já, já. passa sig hvernig hlutinni verða. Þið keiriðu bílu upp kampana, Já, já. hvernig þið gerir það er alltaf annað mál. Já. En það var einn spurning hvort að við höfum alltaf talað um hérna með eins og svona stór fyrirtæki eins og Red Bull og Monster og svona sem eru mikið í svona adrenalín sporti úti sko, mikið að auglýsa það eins og Red Bull, sérstaklega hvort að, þú veist, eitthvað svona svoleiðis fyrirtæki myndi taka að sig að gera eitthvað svona vídeo og gera það sem auglýsingu. Mhm. Þetta væri náttúrulega risa auglýsing á netinu. Þetta er í þessu auðlýsing en við erum alltaf að berjast til það að við erum bara litla Ísland, sko. Já, Já, það er internet sko. Það er okkar helsta vandamál, sko. algjörlega, sko. Og eins og okkur finnst það cool, skilur að hugsa Red Bull hérna sýnir eitthvað vídeo á einhverjum, þú veist, driftbílum á Íslandi að vera að spóla. Fólki finnst það kannski ekkit merkilegt úti, sko, þeir eru með, hérna, Og þeir tengir ekki kannski ekkert við eins og við myndum spóla upp kampana. Þetta Nei. er bara eitthvað brekka, sko. akkurat, Þetta er ekki neitt, sko. Nei, þetta er En hefur okkur er þetta þjóður reitt, sko. akkurat. Já, einmitt. Og það er alveg bara svona einmitt, maður horfir á þetta bara, var einhver að spóla upp kampana, það er svona magnað, sko. Svo horfum maður á þessu vídeo það sem að, eins og Ken Block var að gera úti Já. og eitthvað, þú veist, það er bara búið að loka heill í borg og verið að spóla, sko. Þannig að ef að þeir myndu horfa einmitt á litla spólvídeó í kömbunum og þá kannski ekki jafn merkilegt, sko. Já, þau myndum að þetta er bara einhver vegur út í raskat sem ekki keirir. Mhm. Og það var þetta ekkert mál, en svo fyrir okkur er þetta alltaf þetta er einna fjölfændustu leiðum á landinu. Já, Algjörlega. þetta eru pælingar þegar maður svara eins í þessu. En ég held að hérna, eins og þetta með Nesjavelli, sko, þetta er eitthvað sem að ég held, borgi sér ekki að reyna að fara að berjast fyrir að fá leyfi fyrir og eitthvað, sko. Það er samt alveg, sko, það er alveg röggalið fyrir þið eins og þú segir. Þetta er bara fyrir rallykefni, sko. Mm Og við höfum reynd að trýta þetta sem slíkt. Já. Mhm. Og Sem er náttúrulega gott það er líka líka. smá partur af gamaninu að þetta er lokaður hópur Mhm. Já, og ég handpikka í þetta alltaf. Það er bara ákveðnum mönnum boðið og menn sem hafa ekki kunnáttu og svo leiðis og eru bara ekki komnið þangað, þeim er bara ekki, við erum ekki að fá það upp á sveiði. Þetta er ekki veisla til að gera mistök. Akkurat. Nei, það er bara mjög Og eðlilegt, sko. fyrir utan það að það er smá svindl í þessu, sko. Nesjavellir eru bara brekkur Mhm. og þetta er ekkert öðru sem að prjóna reiðhjóli. Það er ekkert náttúrulega að prjóna upp brekku. Þú ert einhvern veginn aldrei að auka hraða. Þú þarf bara að komast af stað og þá er restin bara einfalt. Já. Og það er, eins og segi, það hafa komið mennana og maður bara svona, eins og segi, ég hef aldrei leyft mönnum bara farið út og spóla. Við höfum tekið 2-3 run, þar sem við höfum bara keyrt þetta róla, fá menn fái fíl fyrir þessu, átti sig á því að ef þeir gerir mistök að þá eru þeir út í móa og menn Já. bara bera virðingu fyrir því.
eða brotið væriði. Já, og það er partur af þessu, það er líka adrenalín. Það er eins og síðasta sumar að þá náttúrulega þá var ég spurðið hvort ég ætlaði ekki að fara hana. Bílli var búin að vera að rekja mig og eitthvað og ég var ekki búin að ná almennilegum tökum á honum. Ég segi bara nei, ég hef ekki, ég hef ekkert að gera það. Ég er ekki með það mikið vald á bílnum að ég geti farið þarna upp þessar brekkur í samflóti með ykkur án þess að vera pæli að ég gæti farið út að ég gæti skemmt eitthvað, bæði bílinn eða bara náttúruna. Ég segi bara nei, ég þarf ekki þetta, ég er ekki þarna núna. Við höfum alltaf skilað nesjaöllum eftir okkur bara eins og við komum fyrir utan spólfur. Einhver skemmtir, ekki neitt. Og við höndum ekki rusli og við bara eins og segja það er borið virðing fyrir þessu. Sem að þarf að vera út af því að annars, annars er þið bara að setja fyrir þessu þegar það yrði, ef það væri bara alltaf ruslana eða skemmtir, það væri það væri búið að gera eitthvað, Þetta er líka bara fyrir, eins og segið, þetta er bara lítill hópur af þessum áhugamönnum sem eru í þessu sporti. Það er bara geðvik stemming að grilla þarna og bara, við erum bara til að hafa gaman. Það er enginn til að keppa við neitt, þetta er bara menna svona að hvetja eitthvað annan áfram, ég ætla að nálægt þér núna og þú eru nálægt mér hérna og síðan fer þú undan og ég á eftir og bara svona, þetta gefur þau svo mikið tilbaka. Að keppa gefur þau líka helling, en það verður líka þreytt að vera bara á línunni að bíða eftir næsta rönni og þú bíður í klukkutíma, keyrir í 24 sekundur og síðan bíður aftur í klukkutíma. Það er líka það sem gatibíl gerir. Þar ertu bara settur út, bara gjör svo vel, gangið vel, gerðu það svo vel. Það er miklu meiri keyrsla. Og sérstaklega ég bara náttúrulega hef farið á gatibíl nokkru sinnum en eins og ég fór náttúrulega núna í sumar líka bæði til Póllands og Ríga, miklu meiri keyrsla og öllum þessu keppnum heldur en hérna heima. Það er bara æfing í klukkutíma, opin braut, bara keyrið svo vilt, svo bara kemur smá pása, svo bara aftur, opin braut, keyrið svo vilt. Það er, einmitt miklu meira heldur en eins og hérna, þú tekur 2 æfingar en daginn áður og svo mætur þú bara í kalda braut og tekur ykkur 2 rönn eða eitthvað og svo bara keppni, En þannig ertu bara að keyra, venjast brautinni, venjast bílnum og eins og fyrir mig og Akureyri í síðast, náttúrulega kóplingin hjá mér var alveg í klessu, en ég hefði þurft miklu fleiri æfingar en bara til að finna, ég var nýbúin að setja annan mótor í bílinn og allt annar powerband, þannig að ég hefði þurft miklu meiri rönn áður en að ég fór hana, en það snýr ég bara strax að því ég var að pröfa eitthvað nýtt bara í fyrsta dæmdarönninni, þannig að maður finnur það einmitt að miklu meiri kysla, Það sem er líka vandamál á Íslandi sem maður hefur kvartað yfir bara frá því að þetta er gott sem byrjaði. Maður er alltaf trýtað þessum óviti. Það er sem sagt, þú getur verið með 2 bíla í braut, báðum með búr. En þið megið ekki keyra nálægt hverjum. Og úti, meiri segja, það vantar svolítið þetta á þína eigin ábyrgdæmi. Auðvitað skil ég að það getur allt farið til fjandans, en það er bara þannig í öllu. Og þetta er áhættusport. Það er enginn að smíða þessa bíla bara til að eiga það einnótt í hotni. Og það er, sem sagt, partur af þessu er nándin við aðra bíla. En hér er þetta, það er hálfur hringur á milli og það má aldrei neitt. Og þá æfast menn ekki og þetta er svona, þá þróast þetta ekki. Akkurat. Þetta er náttúrulega eins og áhættusport, þetta er lokað svæði. Ef menn 2 saman vilja gera þetta saman, vilja þora að fara nálægt, þá bara á að leiða þeim. Bara hérna, þið eru bara tilbúinir í þessu, gerðu svo vel. Og líka bara, eins og þetta er á gatibíl, skilurðu, þegar að brautin er opinn, þú getur spólað upp við annan mann eins og vilt, skilurðu, þú veist bara annarkvort ert í rookie-flokk eða pro-flokk, þannig að þú veist svona alveg aðeins hvernig bílstjórinn er og og svona smá hömlur hérna í rookie-flokknum, en þú veist, eins og bara ef að þú ert ekki nógu örugur og það er einhver komin og er að spóla við hliðina þér, þá bara fer það eins og í kant, leipur hann framfyrir og þá fer hann bara áfram og finnur, og svo ertu bara komin upp einhvern annan og hann er kannski bara geðvikt til í að hafa að chasea sig, skilur bara ekkert mál, Skemmtilegasta dæmi sem ég hef svona upplegað með þetta með kunnáttu að gera í braut var einmitt á Diskodans 2019 þegar við fórum í keppnisskoðunina þá var okkur rétt bleik stjarna. Hann sagði, ef þú telur þið vera nógu góðan og ef þú treystir aðri komið nálægt hér og setur þessu stjörn á bílinn. Já, það er sniðugt. Og mér fannst þetta svo alveg geðveikt að síðan þá hef ég alltaf verið með stjörn aftan á bara í hinum á þessu litum
Já. bara svona í tribute í þetta, það fattar þetta enginn, Mhm. en þetta er bara svona mér til mín, bara ég er alveg til í, eins og segi, fólk má koma nálægt mínum bíl, það má fara á hann, það má allt, og sama hér mín megin, þetta er bara svona, þetta er svona tröst dæmi. Mhm. Já, bara ef þú treystið og heldur þessi nógu góður, þá bara, Já, svo ef það fer illa, þá bara, ok, skilur. En er það svona megin ástæðan fyrir því að þú ert svona meira dottin út úr í að keppa hérna heima og ert meira úti að leika þér er bara, þú veist, sætistímin þú færir svo miklu meiri sætistíma úti heldur en hérna heima. bæði miklu meiri sætistími, sko, ég mun aldrei fara að því, mér finnst geðveikt að keira AH-brautina, mér har alltaf fundist þetta gaman, og KK-brautin, eins ónotuð hún er, þá er hún geðveik, hún er miklu meira heldur en menn gerir sér ráð fyrir. Jú, ég get alveg kvartaði við því að það er bara keyrt eitt horn af henni. Ég hef sjálfur keyrt alla þessa braut bara á alla vegu og þetta er bara okkar eigið gætibilaða, það bara þarf að sinna þessu. Og en meðan, eins og ég segi, það er alltaf allir áhugi á Íslandi tvístraður, það eru menn oft í sínu hornum, það er svo lítið samstöðu og það nennir enginn að halda þetta þegar þetta er svona. Akkurat. Þetta er einmitt það sem við höfum verið að tala um bara. Já. Nákvæmlega það sem við höfum verið að... Og gatibildæmið er bara, sko, þú ferðar naðal út af mórunum, það er bara, eins og við töluðum á hann, ef bíliðin bilar eða einhvað, það labba bara í næsta tjald og þeir bara horfa á þau bara, já, nei, en þessi þarna, hann er með þessi þið vantar. Og þá bara ferður þangað og það eru allir tilbúnir að hjálpa öllum, en að við höfum brotikirkassa, við höfum þurft að sjóða einhvað, við höfum gert þetta, gert hitt, brotnað spilna, það koma bara menn hlaupandi á öllum áttum, bara, heyrðu, bara græðum þetta er ekkert mál. Algjörlega. Og það er svo geðveikt. Maður er um að séð í pittinum, þú veist, maður bara horfir á eitthvað hlaupandi með suðuvél aftan í og finna ykkur að búta af drasli og það er engin, sko, það skiptir ekki í máli þó þið komið sko frá Formula Drift og eru þarna, það er allir bara eins, við erum allir bara með sama bíláhugan og það er allir gaman að tala um bílunum sína og það er engin yfirinn hafin, það skiptir ekki máli hvort þú sért á sko nýju súbrunninni með alltaf flottasta og allt það, síðan kemur bara einhver Ford Escort bara sem var raðað sama viku fyrir keppni og það er bara sama virðing, það er svo geðvikt og maður líka sko í braut, það er bara svo geðvikt þegar einmitt þú sérð áhugamannin koma keyrandi, ekki peningamannin. Nákvæmlega. Bara það er geðvikt og því að hún er langt bara að sanna sig. Ég gleymi aldrei þeirra sem eru bara sko, þeir eyða tíma sinni í samhlutin. Já. Eru mættir til að gera samhlutin. Með 2 áhugamenn, bara annar er komin lengur hinn. Nákvæmlega. Ég gleymi aldrei þegar hérna, við vorum úti og ég man ekki alveg hvað gerðist en það allavega rifnaði hérna, brettakanturinn og allt hjóladraslið undan hjá Bigga. Já. Og hann kom bara hérna á gröfinu upp í pitt og það var bara einmitt, þú veist, ég held að með minnir að ég og Tóti höfum hérna aftan á lóða perur til að koma þeim inn í ljósin og við þurftum að færa það yfir í skottljósið sko því hitt var bara farið og á meðan þá var bara hlaupið og fundi alla E46 í hérna pittinum, fundi naf, spinnur, það var soðið saman, resa hamar, farið í númeraplötubásinn til þess að retta brettakanti, bara nota byggt númeraplötur, fullt af rauðu teipi og út að spóla, þú veist, og það bara fylltist pitturinn af fólki og þetta var bara fáralega stutt og svo lendi hérna svo erum við aftur út núti og svo gerist nákvæmlega sama við Gela, bílinn hans fyrir hana köku keirist hana og nákvæmlega sama, fyllist pitturinn hjá honum bílinn er lagaður okkur nokkrum bara mínútum og svo bara aftur út að keira, bara allir með sko, það er að ég fíla svo ógeðslega mikið við að vera hana úti að það er einhvern veginn sko, einmitt eins og segir, skiptir engum máli hver þú ert, að það er bara ef eitthvað kemur fyrir eða eitthvað, það eru allir þarna til að keira og þá vilja allir að þú sért að keira líka sko. Það er engin óvinnur það er allir, þú veist að segja, þú ert alltaf að hvetja næsta mann áfram. Ég sem líka áhugaður kannski með, eins og sértir með það er sem ekki sundurliða hér það er ekki samstað og svona og með KK sem nefnir til dæmis með brautina þar og með gatibíl og svona, ég menna eins og gatibíl það er ekki bara drift, það er líka svona tæmatak, það er tæmatak og síðan er líka bara göttubílflokku, það er þessi gatibíl bara göttubíl, þannig að það er eins og segi, það er engin útundan auðvitað er mismundi tímar á hinn og þessa sem þið geta keirt en þetta er einmitt bara opið öllum ef þú hefur áhuga, þá máttu keira það er sem eins og góða punktur með hljóðis kákabreytina þegar þarna á gatubíl þá er einbraut notuð í drift í tímatöku, í kappakstur og allt á sama helgi
það má skoða þetta hér, skilur þetta er náttúrulega brjálað skipulag og það er sem Já, svo já. gaman við þetta er að það er alltaf á tíma, það er aldrei neitt sem fer yfir tíma, það er hálftími fyrir þessa bíla, búm, búið Akkurat. sem bara næsta tilbúið, það er svo alveg geðveikt og ég veit alveg, ég gerir mér alveg grein fyrir því að við erum ekki að fara þangað á neittni næstu en eitt svoleið, enda erum við miklu frjálsari Já. en það þarf meira af jákvæðni og lífi í þetta sport til að þetta blómstri hér og það nennir engin það hefur engin áhuga á að smíða þessi bíl og allt það og lenda sín alltaf á veggjum nei þú mátt ekki gera þetta og því að þetta er svona og þetta er svona og þetta er svona og þetta er svona meðan sko ég fyrir út með stólandi mínur til dæmis svona útrunir ég var eftir að endurnýja þá það er bara að horta þegar ég er í lagi bara gangið vel Já. en síðan fyrir maður í keppnisku hérna á Íslandi og það er bara, heyrðu, stólarnir runn út þetta fyrir 2 mánuðum ég er bara svona það er gráu svæði hvort þið leiður að keppa og maður nennir ekki að standa í þessu sko. Þessi svona ómikið í góða eins og maður sér Já, það má ekki gleymast við erum á litla Íslandi og ef þú hefur áhuga á þessu þá þarf að íta undir áhugan ég er ekki að segja að þú er að koma með bíla ónýtt upp á braut Já. bara auðvitað á það að vera í standi og að þetta sé í standi sýnir að þú hafir áhuga á þessu sko. En ef það þarf alltaf að loka á allt eins og segja, það skiptir yngum máli hvort sérst á 2.35 ekki með 2.45 það bara, þú þarft ekki að búið til mál úr því sko. Akkurat Ég mynd svo líka bara eins og segja skilabúð sem ég finnst líka að vera í þessu er bara eins og með kákabrautina það þarf að nota þetta meira finnst mér Ég væri til í að sjá svo mikið þetta er svo sjaldan nota og það er svo en lítið það er líka vandamál sko, ég og frændi mig, við heldum æfingar á kákabrautunum sín hjá menn halda að 35 bjóaf sé ekki nóg þeir halda að ég er ekki nóg öflum bíl þannig ég get bara á litlubrautinni aflítið bíl er 10 svona skemmtilegri á kákabrautinu heldur en annars staðar þar færður hraðan það er ekkert vandamál að kasta aflítið bíl á hlið eða upp með hraða svo stóra beigur það er svo stóra beygir og þetta er svo og þú lærir svo mikið sko, þú lærir tæknilegu hliðina rosalega á AIH-brautinni það er eins og segi hún er þannig að ef þú tekur vitlausabeygju hér þá tekur vitlausabeygju næst og vitlausabeygju bara kolla kolli bara keðja bara já, það er keðja, það er þannig til dæmis líka þegar ég er að keyra í Svíþjóð það er þannig að ef þú tekur eina beygju vitlaust þá tekur næstu beygju vitlaust en bæði eins og rútskóin og káká þær eru miklu fyrirgefanlegir út í þetta eru stóra brautir við kannski höldum að þetta sé ekki stór braut en þetta er risastór braut hún er ekki lítil sko hún er nefnilega ekki lítil sérslega þessar beigur sem eru teknað þannig þetta eru 2,4 kílómetrar sko Já, það er ekki lítið Ég væri til í að sjá kákabrautina þú veist, hvort það væri jafnvel bara 1 dagur það sem að væri bara hálftími götubílar, hálftími þú veist, opniflokkur eins og það er hálftími hringakstur bara yfir daginn, þetta væri bara þú veist, myndi bara byrja klukkan þú veist, 11, 12, jafnvel fyrr bara til 5 eða eitthvað og þetta væri bara hálftími og það yrði bara það sama, það yrði bara flagga, rautt flagg, fólk myndi bara fara út af og næst væri bara tilbúið og það væri bara opin braut, það væri ekki þetta, þú verður að hafa þetta mikið á milli og þetta eitthvað svona, þetta yrði bara svona svolítið keyrt eins og gatibílar að keyra, vissulega þú veist, geta alveg takmarka hversu margir er inn á í einu og þeir gera það náttúrulega úti líka. En við erum samt að tala það eru kannski 60 bílar í einu. Já, það er náttúrulega alveg hellingur sko. og eins og segi, það er bara gert ráð fyrir að þú sést með opin augun, ef bíl snýr fyrir fram að þá bara berðu virðingu fyrir því, begið frá honum þú spólar ekki fram hjá honum en eins og segi, það er svo mikið forræðis ekki en það heima sko. Það er gert eins og þú hafir ekki sjálfstæða hugsun sko. Það er von það er þá frekar mitt bara að keyra þetta bara þannig skilur þú veist, það eru bara reglur að þú snýrð, þú spólar ekki fram hjá honum og ef þú snýrð þá bara kemur þér út í kant hægra megin og kemur þér aftur inn á, þú veist, þú fylgist með hvaða bílar er að koma og svo leiðis. En síðan er líka vandamál eins og hér sem ég veit ekki alveg vandamál, það er svona hellisbúa hugsun að ef ég sný þá þarf ég að standa hérna og bílinn fór út í möluna og það er bara staðið inn og aftur það, út ef þú gerir þetta þá ertu bara reglund á brautinni. Þú átt að keyra bara í kantinum menn þurfa að bera virðingu í báðar áttir sko. Þetta er ekki bara Palli var einn í heiminum og bara ég og mér fyrir mitt í mín sko. En það, þú veist, er samt svo auðvelt þú veist, ég segi auðvelt en þú veist, bara ef við höfum bara myndi bara hafa opna braut og það væri bara rauðflagga, skilur og ef þú spólar fram hjá manni sem að snýr, þá ertu bara rauðflaggar og þú ert ekki að fara inn á, skilur, þú ert bara tekin til liðar, bara, herri, þetta er ekki lagi þú ert ekki að fara inn á, þú veist, jafnvel í næsta holli eða hvernig sem það væri og þú veist, þú bara
eins og það er úti þá minnir mig, þú veist, að þú færð áminningu tvisvar og svo bara þriðaskipti þá bara, sorry, þú fær ekki aftur inn á og það væri bara hægt að gera það sama hérna, það væri bara hægt að vera með bara eins og þess að limmiða jafnvel eða bara jafnvel gulu pennana það er bara strik og hérna bara það er skrifa niður þeir sem er að keyra, það er bara strik að þú ert búin að fara 2 rauð flögg þú fer ekki aftur inn á og þá ferðu líka að bera meiri virðingu fyrir því, þú veist að ef þið langar að vera að keyra og ef þú ert að snúa, það er ekkit að því að snúa þegar þú snýrð bílnum, þú ertu að læra en það er hins vegar eitthvað að því þegar þú kemur á svínandi siglingu og sérði eitthvað sem er búin að snúa og þú ætlar að fara fram hjá honum í spóli sko. Þú bara, það er ekkit mál að hætta bara spóla fara bara utar fram hjá honum og byrja svo bara aftur, það er ekkit mál og hérna, maður sér þú veist, þetta er ekki á sumrin hérna, það er aldrei myrkur og sérði alltaf bíl sem er búin að snúa og að þú veist að gefa mönnum bara aðeins frelsi og bara þú veist sjáum hvernig þið gerir þetta þið eru bara rauðflaggaðir út ef þið eru fátar og þá færðu bara ekki að fara aftur inn á þetta er bara náttúrulega bara motorsport 101 skilur ef þú horfur á, skilur yngum í hvaða greinu horfur á hvort það sé svona endurance keppni eða formúlan eða bara hvað með þess að formúlan það er bara free practice, allir út höfðu bara 15 mínútur allir á sama tíma á braut og þú bara, það eru reglur og ef þú ert fáitið þá ertu bara black flag út af þannig að þú veist, þetta er náttúrulega þá læra menn kannski meira inn á plugin, meira inn á hvernig þeir að haga sér á braut þú veist, ef þú snýrði það að fer út af þú veist, það er ekkert svona að gína þér skilur þú ert bara að læra en það vantar alltaf, þessi segi það vantar þessa samstöðu og það vantar sko brautin þegar þetta er staðar og það er alveg hægt að halda þessa daga vandamálega bara að fólk mætir ekki og þeir sem og bara, þessi segi, sumir horfa niður á brautinar eins og þetta sé ekki nógu gott en sko, þetta eru báðar geðveikar brautir jújú, AEH er henni lifuð en það er líka bara partur af leiknum sko það er ups and downs í henni og bara þessi segi, maður það bara að læra á hana ef þetta á alltaf að vera slétt malbygg og allt í fullkomnu aðstæðum, þá er þetta heldur ekki gaman sko þá getur alveg bara verið í tölvunum og keira sko mér finnst hún bara cool sko, hún er svona old school hún er svona grassroots ef þú ferð á Ebisu til dæmis í Japan það er bara eldgamalt og allt hoppandi og skopandi en það er bara geggjað þetta er bara það sem ekki saga þarna en eins og þú segir, þú veist fólk heldur að það sé ekki með nógu að upplifa bíla núna var Tryggvi á 1.16 að spóla honum þú prófaðir hann eða ekki? Tryggvi er ljósið í myrkrinu já ég horfði á því spóla á hans bíl ég sá því það bara út bara þetta er svo geggjað nei sko þetta kom bara frá hjartanum því ég sagði það hann þú ert á besta bílnum með það var rigning upp á AEH og ég bara þú ert á besta bílnum þetta er bara þú lærir mest af þessu og án þess að gera lítið úr þessum þessi bíl er ekki neitt en þú lærir mest með ekki neitt hann þarf ekki að hafa fyrir því að spóla honum þannig að leið hann fer, þú veist, einmitt í eitthvað öflur og eitthvað sem hann þarf kannski minna að hafa fyrir þá er hann komið með svo mikil tök á bílnum sko. Og það sem Tryggvi hafði sem ég dáist að þessu hann er ekkert að horfa á að menn á kantinu sé bara svona, já þessi er bara á 116 hann bara mæti með það sem hann hefur og lærir á því og það er svo geð 80% mönnum mæti ekki á braut út því að þeir koma bara, já ég er kannski ekki bestur bara hverjum er ekki sama þetta er nefnilega bara ógeðslega gaman það er nefnilega heitir driftæfing af ástæðu það held ykkur svolítið menn hvað aðrir hugsunin hvað öðrum finnst þig það held ykkur svolítið fólk sko og margir sita þar að vera bara þú veist, nei, ég get ekki farið upp á braut auðvitað ekki, bara þú veist bara Fannar og Byggi og Keli og allir hérna eru bara keyra hérna ógeðslega vel og eitthvað og svo kem ég hérna eins og einhver hálfviti að snúa eitthvað hverjum er ekki sama þú ert að æfa þig og einhverstað að byrjuðu þeir og einmitt þú veist einu sinni varst þú lélugur það er bara hann og við tökum bara einmitt eins og þú varst að segja hvað var þetta, þú veist hvað sér, 2013 sem þú varst að með púsluhútið Nei, sko, 2013 var púslútið á hvíta ég var með á öðrum bíl 2009 og öðrum bíl 2010 já, þannig að þú sér það byrtist 2009 þetta hút á öðrum 944 og ég sel hann síðan og græði eitt svona svartan 3.944 og ég set hútið á hann líka og síðan set ég hútið á hvíta þegar hann kemur á göttuna þetta er svona
Þannig að hann fylgdi með alltaf. og húttið er ennþá til upp í skúr sko. Sko Fannar gerir með Porsche það sem flestir gera með Subaru Já, á Íslandi. en þetta er einmitt það sem að, þú veist, maður er að segja, því að það er ekkit eðlilega langt síðan þú byrjaðir að drifta. Það er ekkit skrítið á sér fær í því núna. Þannig að þegar maður er að tala við fólkina, okkur fer ekki upp á braut, þú ert komin á bíl sem þú getur byrjað að æfa það og eitthvað. Nei, ég get ekki verið að gera það hérna, það er allir miklu betri en ég. Auðvitað er allir miklu betri en þú, að þú ert ekki byrjaðir að keyra brautinu. Þú veist, þú verður ekki betri að drifta á einhverju bílaplani og einhverjum ringtorkum, sko. Nei. Og ég held alveg, þegar ég var að spóla á mínum hérna 320 E36, bara út á Granda á ringtorki og einhver bílaplönum og svo kefti ég blæjuna og ég var spólandi á honum út allt í einhverju ringi og eitthvað. Svo fór ég upp á braut og ég kann ekki neitt, sko. Og það er bara, þetta er completely different. Þannig að sko, einmitt, þú getur ekki æft þig í drifti á braut ef þú ætlar ekki að fara á brautinu. Nei. Það er bara ekki hægt. Ekki nema þú farir í einhverja hermi, þú veist, og er svoleiðis. Og það er líka annað í þessu. Það skiptir engum máli hvernig bíl þú smíðað er. Þú þarft að læra þetta. Akkurat. Þú getur ekki bara svona, já, ég keypti alltaf fínast á og þá er þetta ekkert vandamál. Þetta er nefnilega svo langt frá því, sko. Þú getur samt verið lélegur, sko. Já, akkurat. Og það er einmitt, sko, þú minnist á þessi að maður byrjaði ekkert góður. Ég byrjaði mjög ungur í þessu og þegar við talum um þetta í ártali þá var fyrsta driftkeppnin í Íslandi 2005 og ég sem betur fyrir vann hana, það var ákveðið svona egodæmi. Ég var mjög stoltur því að labbaði þær í burtu. Ástu katt, sko. En það má heldur ekki gleyma að þú sko myndbanda á þessari keppni, þá voru hérna bara kamaróar og einhverju bíma áfram og við vorum bara þarna í fyrstu og öðru ringir bara hræri á að spóla í ringi, sko. Ég spólaði bara betur í ringin hinn, sko. Akkurat. Og það er einmitt, þegar maður fer inn á YouTube og skoða gömul vídeo og maður er að sjá einmitt, þú veist, driftkeppnir frá bíladögum, þar sem var spólað í áttur í kringu fiskikur. Já. Þetta er orðið svo allt annað. En síðan, sko, þarfst ekki að fara lengra en bara eins og segja, þú skoða Formúla Drift 2005. Það er bara heilu rúturnar á milli bíla og bara, það er engin nálætninum og þetta er motorsport sem þróast á hverju ári. Og það er svo gaman að vera með í þróun. Akkurat. Og þetta þróaðist rosalega hratt. Alveg bara gífurlega, sko. Líka bara allan heim. Þetta er alls það núna. Það sé ekkert, engin partur af heiminum sem drift er ekkert stórt, sko. Nei. En sérðu eitthvað fram á að keppa eitthvað á Íslandi í 2026? Í stóri ástæð. Já, verður bara úti. Nú er verið að ég er bara býðið til að pakka koma í hús og þetta verður rosa tæft fyrir sumarið. Ég stefna á að senda bílinn út í maí, þannig að hann verður komin út í júní. Ég hins vegar, sko, senast sumar skildi hann eftir allt sumar úti og fram í, sko, miðjan september. Ég er ekki viss að hann verði svo lengi þar, þannig að það getur alveg verið að maður ná einhvern heima og ég saknaði þess alveg að keyra heima. En það sást að líka að bíllinn var ekki búin að vera hér á landi í 3 daga þegar við fórum í Heldur Nesjavelli til 2025. Sko. Já, akkurat. Saknaður að vera ekki á bílda? Sko, já og nei. Núna verða maður ekki peðir. Nei, sko, ég hef farið á bílada bara líkuði frá því mann eftir mér. Og ég hef oft haft vinahóp með mér hana og við höfum mætt hana sem ákveðin stemming. Og þegar við til dæmis 23 þá vorum við út öll í Svíþjóð á sama tíma. Þar alveg vorum við bara á sænsku bíladöfum. Þá bara færði stemmingin yfir á annan hóp og þar kom ADHD til dæmis inn og þá var þetta þeirra bíladagar. Þetta er svona, en maður sá að leiðu það vantaði einhverja, þá var þetta ekki jafn mikið. Þarna var bara, eins og segi, áður voru við hellinga fólki að fíblast og gera græja. En síðan annað, síðan þorir aldrei að gera neitt. Það er vont að þetta er bara að drikkjuhátíð. Það er vont þegar menn er ekkert bara að fara að keyra bara til að hafa gaman og bara til að vera að spjalla á leirunesti fram með til nóttu og eitthvað. Menn hætti að gera allt svona og þannig að lendur svona missir þetta sjarman og þegar þú ert búin að upplifa að sjarmin er úti þá er svo gaman að fara út. Akkurat. Já, það er bara eins og það er, skilur. En ég mun, eins og segi, bíladagar setja mér hátt í hjarta, sko, mér finnst alltaf gaman á bíladagar, en það í sumar þá var ég að keyra á bíladagahelginni og ég lendi bara morgunin og fyrst þess að ég gerði bara að ég keyrði beint norður, sko, bara til að ná sýningunni, bara til að geta fengið að taka þátt í einhverju. Já. Það var betri stemning í sumar en
núna heldur en senast ári. Já. Það var, ég viðkynna það, miklu minni svona vesen. Mhm. Það var engin sérsfittum á braut og kjaftaði. Ekki sem ég viss af. Og það var meiri stemning. Mér fannst En það. þetta er líka bara, þetta er okkar vika Mhm. og það sem er líka gaman við þetta er sko, menn geta gert upp bíla og segjast að gera upp bíla, en þeir setja sér aldrei neitt ramma, já ég ger þetta bara þegar ég ger þetta og þar alveg endar þetta bara sér verkefni sem dagar upp í skúr. Bíladagar eru svo mikið dagsetning fyrir fólk, það er bara ég þarf að klára fyrir þessa helgi Já, og ég held að við höfum allir sem höfum áhuga á þessu verið í bíladagastessi já, já, já. Já, og það er partur af leiknum og það er svo gaman sko. Það er líka, mér finnst það alltaf, maður hugsaður þetta alltaf, eftir bílada þá segir maður, á næsta ári ætla ég bara að vera tilbúin Já, fyrir já. bílada, ég ætla að vera löngu búin að öllu. Það er eins og áramóta hitt. Þetta Það stemst aldrei. Já, þetta er bíladaghitt og hverju ári og svo horfum maður á dagatalið og það er bíladagar eftir viku og maður er bara fuck, það er einhvern veginn alltaf en Þetta er alltaf svona þetta. Ég held að sé allir í þessu. en bíladagar hver segir mér aðeins svona, hvað fannst þér hillklæmið? Því að nú veit ég að þú tókst þátt í því Sko, og það var bara þarna one and only ég hringdi svo marga út af þessu að segja útskrifa fyrir mönnum þetta er tækifæri, við höfum aldrei fengið þetta tækifæri áður og fá líklega ekki aftur sáu líka að þetta voru megnin bara driftbílar sem mætti Já. hillklæm, það mætti ekki rallybílar, það mætti ekki neitt, það mætti bara driftbílar Mér fannst, sko, þegar ég sá þetta fyrst, þannig að vorið Já. fyrir þessa bílda, ég bara, Hillklæm. Já, Ég sagði, þetta er bara eitthvað Autovex, bara nýtt nafn, skilur. Mhm. Svo heyrði ég bara, já, það verður kert upp Hlíðarfjall. Ég bara, nei, það er ekki séns. Svo, náttúrulega gerðist það. já, Einmitt að það er svo mikið vonbrið að koma engir rallybílar. Það er einmitt tækifæri fyrir svona tæki, sko. skemmtilegsti bíl til að horfa á, það var Tryggvi hann mætti þannig á pusjónu sínu með sítrónu með hvað sem þetta var og svo horfði hann bara á hann 4 mínútur á leiðinu það var alveg geðveitt sko Já, ég meina, ég veit ekki, veistu eitthvað þetta, af hverju þetta var það aldrei aftur, eða voru svo Þetta var fáir alltaf- En sko, Þetta var stór heldur þeir byggust ekki við því sem gerðist Nei, Ég man ekkert alveg. Ég til dæmis, eins og segi, ég var alveg þvílíkt peppar í þetta síðan var þessu senka fram á kvöld út af tjörublæðingum Það var og bara vegum fáránlegt, með tjörublæðing hann er bara sleipur sko, þetta er bara svo að gera á ís Já. og síðan eins og bara með bílinni mér ég kláraði fjórðugir og setti það í 5. Fjórðugir mér á 240 og þegar ég var komin á 240 á bíl sem er skítlár ekki settur upp fyrir að vera hoppandi og skoppandi á einhverjum fjallvegi Já. þá sagði ég líka bara sjálfum mig sko, nú róar þið sko, það er engin hetja því að húrra hérna út af sko. nei Þannig að ég gerði þetta aftur og aftur en bara þetta var bara komið gott og þeir sáu að þetta var stórhættulegt og það hefði þurft að hæja þetta niður en þetta var alveg geðveitt sko. En þú sérð eins og þú sko Hillklæmundi heimi það er aldrei Hillklæm þannig svo 200 plús sko. Nei, það Ég má man- kannski breyta aðeins en þetta er svo góð hugmynd. Þeir voru einmitt að hugmyndin tala var um- geðveik og Þeir þetta voru var eitthvað að tala um að það eru svona cirka 2 mínútur á leiðin að upp eða eitthvað já, og síðan bara og ég man allir bara fór hann upp einhvern veginn og þegar hann mætti upp voru 50 sekundur eða eitthvað já. og þeir voru bara, þetta er ekki málið Við vorum að dansa þannig á mínútinu upp já, Það þetta er er randa fárlega, sko. Hvað og var langt kabli, vitið það? Þetta Þetta er hvað langt, eða? ég man ekki nákvæmlega hvað það er, þetta er 1,6 km 2 km eða eitthvað, þetta var Þetta er ekki... Þetta var allavega nóg til að mönnu leið ekki vel það var Nei, engum nei, sem leiði vel ég fekk sko allan að það sem ég get líst eins og Keli lísti þessu fyrir mér og það var það sko, þú tókst bara 1. gír, 2. gír 3. gír og varst að botstanda 3. gír þá fórstu við svona rollurlið og bara ristist allur svo þú veist, hann var bara komin í 5. svo kemur bara þú veist, Pomsa og hann bara svona hurraðist einhvern veginn vinstir helmingin, horfði bara einhverja nokkra metra niður í hlíð, svo kemur bara önnu Pomsa hann er bara komin hægra megin, horfði bara niður já, ok, þú veist og það var einhvern veginn, hann sagði bara, þú veist þú skoppaði bara til og frá á veginum, horfði bara sikkur megin niður, bara einhverja metra dropp og hérna þú veist, hraðin var svo bara ég mann eftir því, hraðin var það gífilegur þú veist að það fauk brettakantur af bílnum hjá Kela til dæmis á leiðinni og við erum að tala um að maður hefur síðan í
bullandi hlið í spóli, skilur, en þetta var það mikill hraði að þetta braut brettakantinn af bílnum, skilur, þannig að og einmitt, það er ekkert þarna til þess að stoppa þig. Nei. Það er bara 20 metra Já. dropp. En þetta er líka partur af leiknum sko, adrenalínu var alveg Já. brjál en ég líka eins og segi Þessi ég aðeins ákvað mikið. bara, þetta er ekki þessu virði sko. Nei, En auðvitað gerði maður sitt besta sko, en Já. maður bara, ég veið ekki alveg sjálfur, ég sló af því að koma upp sko. Já, en sko, annars þetta er geggjuð hugmynd, geggjuð staðstíð fyrir þetta, bara ef hann alltaf gæðin á veginum er að skemma þetta. Já. Ef þetta væri aðeins breiðara, malbyggi Og gott, þetta þarf með að vera, handrið. þetta þarf að vera þrengri kapli. Þetta er bara, þetta er eins og um kampan og þú nærði alveg 250 upp kampan sko. Þetta er bara ílanga beigur og það er það sem Hlíðarfjall er. Já, já. Þetta er ekki þröngar beigur, þetta er ekki alparnir sko. Þetta er bara fjallsvegur sem hefur potential að keyra rosalega rætt. Þetta er bara eins og Pikes Peak, bara en það þyrfti miklu verra. náttúrulega þyrfti vegrið, þú veist, í beigjónum að til þess að vera að gera svona, sko. Já, ég meina Bara þetta betra líka lætur hjarta slá sko. Já. Það eru tvær hliðar á þessu sko. eins og á Pikes Peak, það er voða lítið að vegurum, Já, já. líka neitt, sko. En það er líka malbyggi er alveg En þú þurftir að vera búruð bíl eða ekki til að taka Jú, þátt, jú. þetta var svoleiðis. Þetta er þannig sko. Enda er það líka bara góð regla sko, að þess að Já, þegar þú er bara komin á ákveðin stað þá þarf drasli bara að vera búða sko. já, það er alveg, já. En eins og þarna bara, veistu, segi, bara ef vegurinn væri segi, betri gæði, aðeins örlítið kannski breiðari og gott malbygg, ekki skopandi og hoppandi villi gíra eða eitthvað, Já, þá væri þetta allt annað mál, sko. Og engar heldur blæðingar. Það voru þær sem hrættum hann svolítið sko. Já, mitt. Þú veist, Akkurat. Við ætlum að fresta þessu hérna 1,5 tíma og þegar vegurinn er ónýtur maður bara ok, Já. við það. En þú veist, eins og þarna líka bara 1,5 tíma. Já, En eins og þarna, kannski gott frá perspektíf frá þig, sem náttúrulega er sem mikil reynslu í þessu, ef hann væri aðeins breiðari, engar tjörublæðingar, ekta malbygg og sléttara, ekki svona mikið bouncy, myndir ekki líða aðeins betur. Ef þú hugsa út út í það. hann má alveg vera mjúrur og hoppandi sko, þetta er ekki eða ég myndi að taka þátt aftur. Ok, en engar tjörublæðingar. Nei, kjörublæðingar Já, það er eins og ég segi, maður líka ég hugsaði þetta ekki sjálfur að við myndum fara svona hratt upp sko. Nei. Nei. Og maður var bara ekkert með bílinn sett hann upp fyrir þetta sko. Mitt. Það var bara, maður var eiginlega svona eins og ég segi, maður hefði átt að mæta á sleikum, maður hefði átt að gera þetta, maður hefði átt að gera hitt og maður lærði helling af þessu en ég eins og ég segi, þetta má vera einbreytt mínum sko, þetta er alltaf að geða þetta sko. Það myndir ekki gera það aftur. Það er sjálfsögð. Það er gert. Þá vitið það, ég er að hlusta og það er bara að gera það aftur. Bara Já. stýtt þetta aðeins, velja Já. kannski beiguna sjálf Ekki hafa rollihliði með. Já, slepp, já. Þá geðvitt að fara Er það? Jóðið, bara geðvitt. Það er bara gaman að heyra maður. En hérna, varst þú ekki nú kannski vindu okkur í hraðaspurningar? Ég veit ekki Byrja hversu að hraðar brjóta það er verða, en við getum Já, en brjóta eins og við erum með nokkar hraðaspurningar sem við erum bara að reyna að byrja að spyrja alla, sko. Ég tók smá reynslagstur á þeim senast og hérna, við bættum nokkra við, svona smá, reynum að bæta nokkra svona sem er aðeins meira fyrir þig. Þannig að hérna, maður palið hérna er að fikta í þessu. Og ég, Tilbúin. er það ekki bara? Við ekki byrja fyrst það sem við vorum búin að ákveða fyrir hann. Svo, Ég setti þetta bara inn í, sko. já, þetta er bara bland í póka. Þetta er bara bland. Já, alveg gert. Herru, ok, prófum þetta bara. Nýju bílar eða 90s, Allan daginn endis. Alveg gert. algjörlega. Þú svaraði þessu náttúrulega næstu áðan, en beinskiptið eða DSG-skiptingar? Já, sko já, beinskipt segir sér sjálft, ég get alveg farið út í þetta í korter sko, en já, beinskipt það Já. Ef þú þyrftir að skipta motorsport, hvað annan myndir að fara í? Ó, þetta er erfið spurning. Já. Þetta eru lúmskar spurningar, sko. Þetta er eiginlega leiðilega erfið spurning. Voru að vera smá svona Sko, chop, fínu. það væri bara eitthvað svona hringakstur sko. Já, svona time attack. Já, Hilglæm. það er þetta að missa sig í því líka öllu. Já, það er náttúrulega bara rugl, sko. Herðu, Benz eða BMW? Já, Ok. Full rafmagnsbíl eða hybrid? næsta spurning. Þetta eru tvennu illu, voru að velja eitthvað. Rafmagnsbílarnir eru geðvikir. Það er, ég verður ekki að tekja að því sko. Þetta er sálarlaust en þetta er geðveikt sko. Ég er alveg sammálað þar, sko, en ég myndi ekki vilja eiga bara rafmagnsbíl, sko. Já, nei. Ég teki þetta út með að eiga eitthvað með því. Þetta er bara ískópar í hólum. Þetta er engin bíl. AIH eða KK brautin?
Káká. Hvort myndir alltaf vilja fara, eða alltaf þurfa að fara í strætó út um allt, eða alltaf þurfa að húka þér fari frá einhverjum út um allt? Mættir Ég- ekki keira aftur. Ég myndi húka mig far, sko. Hvor er betri driftari, þú eða Aron Jarl? Sko, það fer alveg bara eftir hvað ár er, sko. Ef við ætlum að byrja söguna einu sinni var, þá segjum við bara Aron Jarl, ég skal lifa hann með eiga það. Ok. Ef þú mættir eiga hvaða bíl sem er, hvaða bíl myndir þú velja? Þetta er svo einfalt, ég myndi velja eldgamlan 924 Carrera GT, bara, þetta er bara grunnurinn af motorsport, þetta er bara bíl sem er hannar í bara að vera græja, ekkert óþáfa. Hvað er að geta? 924 Mhm. 924, það sem þegar menn hugsa um Carrera GT þá hugsaður 10 sílindrar bara Carrera GT, Já. en það nafn kemur frá 924. Þetta er bara úr Lumans síðan 1980. Og er það 6 cilindra turbo í þeim? Nei, 4 sílindra, 4 2 litra 375 hestöfn með þessi og það voru til frá 210 hestöfn upp í 375. Hversu hættir myndar núna? Hver er eftirminnilegasta hver er eftirminnilegasta bílaminning á Íslandi? Það er eiginlega tvennt. Það er bæðið þegar ég let þyrluna elda mig á Nesjavöllum þegar ég gerði það fyrst, út af því að það var líka fyrsta skipti. Þetta var öll myndböndi sem ég gerir eru mikið one take og þarna var ekki búið að taka eina pröfu á veginum á bílum. Þetta var bara, nú gerir þetta og þú þarf bara að gera þetta. En síðan tók ég líka fyrir mörgum mánuðum, þá tók ég og keyrði í söndunum milli Eyrarbakka og Þorlákshafnar. Fór ég þar með 911 bíl síðan og var að keyra bara í sandi, spóli í hringju og eitthvað og það er bara ekkert meira frelsandi heldur en bara að hafa gaman, sko. Akkurat. Já. Þannig að þetta situr hátt upp í á mér. Hvernig 911 var þetta? Ég ásins að 93 orgir af 911 Carrera 4. Já. Búin að eiga síðan 2007. Það er hvað bóti það? 9... 6-4. Já. Það er ekki gulubílinni? Jú. Jú, það er hann. One Já. bit. Við fyrir kannski betur út í það eftir hvað hann er. Hvaða vegur á Íslandi er þinn uppáhalds til þess að keyra, bara svona fyrir gott útsýni? Já, bara sem akstursupplöðum bara. Já, það er gaman. Svo á sunnundagsmorgunni, þá er með líklega móni pitt og hann í lagi og er langur að fara að góða Það hún. væri alltaf bara Nesjavellir eða Klefa. Ok. Það er bara ákveðið svona róandi. Ef að þú værir, ef að þú væri bíl, hvaða bílategund væriru? Hvaða bíl væriru? Bara þú sem persóna. Ég er yfirþyngd, sko. Hvað, ég myndi bara enda sem Chrysler 300 eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég sagði hömmur að því mér finnst ég að sveitur. Nei, við erum meira svona meira persónleiki, Já. ekki í útlit. Þetta er ekkert smá erfið spurning. Þetta er lúmskara spurningar, sko. Svo hvað myndi lýsa þið mest sem Ég karl? veit eiginlega ekki hvað það er, sko. Ég er smá stjórnlaus og ég læt ekki hluti stöða mig. Ég veit ekki hvað þetta væri. Snjóplugur. Já. Ég er inn á veginum, sko. Já, sæl. Nú eru allir mústakarnir að kýla skjáin. Það er oftast þannig. Ég verði eða bara svo næsta spurning. Ég veit ekki eins og hvernig ég á að svara þessu, sko. Nei, það er. Hvaða motorsport viðburður langar því mest að sjá í eigin persónu? Bara hvað sem er. Monster Trucks. Ok. Nú, Ég held að þetta sé bara brjáluð stemming og svona mud festival, ég held að þetta sé alveg geðið, sko. Það er fólk bara komið til að hafa gaman, sko. já, Akkurat. ok. Kók eða Pepsi? Pepsi. Hvaða bíl myndir aldrei keyra, jafnvel þú fengir hann frítt? Þú mættir ekki selja hann, þurfti bara að vera á honum. Þetta er eigan, skilur. Já. Það væri bara einhverju Station Run og Megane eða eitthvað. Hvað auðvelt bara. Herðu, ég átti stationinu með hann, helvíti. Vindur. Þessi er kannski svona aðeins sem við höfum verið að ræða eitthvað svona en hérna, ef þú mætti breyta ykkur einu bílamenningu í Íslandi, hvað væri það? Ég vantar bara í ákvæðinu. Ok, gott. Það er dýp. Þú mættir aldrei aftur verið í skóm eða þú væri alltaf með lekandi hór. Bara, já. Þú mættir aldrei verið í skóm, bara alltaf á sokkunum, Bara eða með leikandi bara húr. sleppu við skónum. Já, Já, sæl. ok. Ég er að segja það, ég skárra hann að vera með hór alltaf. Hvaða bílatengt sena úr kvikmyndum er eitthvað sem er alveg ógleymanlegt fyrir þér? Svo ímyndaði bara uppáldi. Ég var alveg svona Gone in 60 Seconds skall á sinni tíma, sko. Ok. Bara Angelina Jolie og allt það.
þetta er alveg brjálaði mínum ögum sko. Já. Ég get alveg sett Fast and the Furious fyrir alla hinna sko, en það er samt ekki staðan sko. Nei, ég sagði hvað Ford vs Ferrari hérna Já, Ford vs Ferrari. Hún er reyndar alveg geðveik sko. Ef þú sér hann í bíó Ég fór hann í bíó. Þú veist, þá titrar salurinn af vélahljóðu. Já. Sko. Hvað bílategund finnst þér algjörlega vannmetin og ætti að fá meiri athygli? Shit, þetta er allt í að vonlust sko. Skiptir engum múli hvað það er sko. Þú þarf bara að velja vonlustið þitt. Já, ekki nýju bílar, bara almennt, skiljum. Svo gegnum árin líka, ekki endalega nýtt. Ég veit að allt nýtt er handónið sko, það er drasl. Þetta má vera bara klassísku bíl. Svona mýjöndur og svoleiðis. Þetta er vannmetið. Þetta er smá þannig. Þú heldir þína, hættu þessu. Þú getur ekki að fagna að þú seldir hana. Ok, silikónbrjóst eða natural? Sko, nú skulum við bara ræða þetta bara hreint og beint sko. Þetta þarf að vera undir vöðva. Þá lúkkar þetta natural. Þú þarf að vera efins hvort það sé alvöru eða ekki. Þarna fór hann í premium. Premium hann er búin að vera að gera research. Geta hann talar á reynslu. Hvaða bíla eða motorsport viðburður á Íslandi finnst þér skemmtilegastur? Það er náttúrulega bara bíladagar. Þetta er bara stemminginu það sko. Ertu með eitthvað uppáhaldslag akkurat núna svona til þess að spila þegar þú ert að rúnda eða eitthvað keyra? Ég get ekki borðið það fram. Ég er mjög víður þegar kemur á tónlist. Flesti tengja með ég sé bara í 90s rap og svoleiðis, en ég er mikið að hlusta á rússneskt techno núna. Já, snæll. Það er fyrir lengra komna. Það er bara hann er bara komin í premium. Já, þannig að þetta er einhverjir skrýtni stafir bara. Það er bara þannig. Ég elti bara myndirnar sko. Þessi er þetta auðvelt fyrir þig. Ertu með uppáhalds bílaframleiðanda? Það er Mercedes. Nei, það er Porsche. Ég er alveg trúr þarna. Og ef þú ættir eða þú mætti velja einhvern einn gamlan bíl til að gera upp hvaða bíl er fyrir valinu, bara hvaða bíl sem er. Já, neila, það er bara 964 911. Á gulli. Já, en það er hann er ekki búin að göttunni í mörg ár. Það er sjálfsögðu mér að kenna, en allt sem er notað það bilar. En ég er búin að smíða þennan bíl á hausnum á mér og þetta er svona fyrir mér svona bucket list bíl. Þetta er svona ultimate dæmi. Maður getur, það er fullt af fólki sem kaupir hinn á þessu bíla og finnur sig aldrei. En mér finnst ég hafa fundið mig bara snemma með það sem ég er með og ég hef bara verið trúr því. Það er bara flott. Þannig að hann kemur bara tilbaka stæður og sterkari og betri. Þú finnur ekki þann bíómann sem langar ekki Porsche sko. Þetta er bara skref sem er erfitt að ná oft. Ég held að allir bíláhugamenn skiptir engum máli hvar þeir eru í lífinu. Sko, þó þið viðkynna það ekki, langur í Porsche. Það er smá þannig. Mér langur í Porsche. Náttúrulega mér döðlangur í þetta en. Sko, ég þarf að viðkynna, ég hef bara aldrei kynnt mér þetta. Ég hef einhvern veginn verið svo fastur í BMW-finnum bara og eitthvað, þú veist, maður er bara í því, maður er svo vanur þessu, bara, þú veist, ég hef verið í E30, E36 og það er einhvern veginn bara, þeir eru bara múin að koma og fara bara þessu og hinn og ég hef ekki pælt í Porsche-num, skilur við. Og auðvitað hefur maður séð þessa hvað sem maður heita Cayenne eða eitthvað jeppanir, þú veist, auðvitað hefur maður séð það út allt og svoleiðis sko, en er það ekki bara Touareg? Já, mörguleiti, jú. En það telst ekki með. Það er ekki Porsche. En það er bara, þú veist, hitt er einhvern veginn svo búið að vera svo langt frá mér alltaf bara, ég er bara ekki búin að pæli. Og það er mitt líka málið, þetta er orðið lengra frá manni. Það er orðið ógeðlegt að fá svona og sem áhuga maður, þá kaupir ekki svona bíl í dag. Þú verður peningamaður. Já. Og eins og segi, ég myndi ekki kaupa mér 911 eins og ég á í dag. Þetta er ekki þessa peninga virði sem þetta er. Jú, þetta er þess virði, en þetta er það samt ekki. Nei, þeir eru ógeðslega dýrir sko. Ég var að skoða þetta úti. Þannig að hvað bóti var, ég er ekki alveg með þetta klart, 2001, 2002? Það er 996. 996, ljótasti. Sem er samt á upplið. Já, en ég er að segja það. Hann er búinn að taka dífuna, þeir taka allir dífu. Já, en ég var að skoða þetta úti. Á, manni hvað hann var dýr, hann var eitthvað 50.000 eurur eða eitthvað. Carrera 4S, 400 drifin eitthvað aðeins flottari. Keyrur eitthvað 180 km og eitthvað og alltaf byrjar að flagna lakki hér og þar og ekki að 100%. Svo fyrir 15.000 eurur minna fann ég Aston Martin var fátt að Vantage. Beinskiptur var fátt að, skilur líka bara flottu bíl, nýrri, keyrður eitthvað 60.000 km frá einhverju Aston Martin umbóði með ábyrgð.
hugsa bara þetta er ekki líka. Ég hef sko, ég við ekki nálega, það er mjög oft sem hefur langað að selja þennan bíl sjá. Okay. En í haustum hef ég alltaf langað að smíða hann eins og ég vil gera, en þetta driftdæmi er bara búið að maður er bara einblín og eitt í einu og maður gerir bara eitt hlut í einu og gerir hann almennilega. En ég hef oft, eins og segið, það er ofta reynd að kaupa hann og mér hefur búið nýri 911 bílar og þetta er nefnilega svona leikur þar sem nýtt er ekki endilega betra. Ég er búin að, eins og segið, maður er búin að skoða allt internetið og maður hefur fundið einhverja sko bara ríka gamla kalla sem kaupa sér hérna bara fara á og kaupa sér 911 GT3 RS og bara allt sem hægt er að kaupa. Síðan áttaði sér bara því að þetta er bara kappakstursbíl og þeir eru bara að nota 20% á hann. Þá er miklu skemmtilega að vera á hérna 40 eða 30 ára gamla 911 og þú ert bara að taka 100% á hann. Þú ert ekki að fara í að pratta hinn, en þetta er ekki spurning um að vera hraðastur, þetta er bara spurning um svona lífsreynsluna. Bara tilfinningin eins og ég hef alltaf sagt. Þar finnur þú fyrir að þú ert undir stýri. Það er engin annar, það er engin tölva að gera þetta fyrir því sko. Ég er líka bara alltaf, það sem ég hef sagt alltaf í þessum þáttum líka, mér finnst sko, það skiptir miklu minna máli hvað er mikið kraftur í þessu eða hvað þetta kostar eða whatever, bara þegar þú opnar skúrin, sest inn, hvernig líður þér? Bara hvernig líður þú keyrir þetta? Það er það sem skiptir máli. Eins og þessi Aston Martin sem ég á sko, mér er bara langað að sína krakki sko, þegar maður sá þetta Top Gear, þetta er bara 350 hestum. Þetta er bara djók í dag, Fordið minnum er meira. Og hann er bara hatsbakk. Það er bara að kaupa næst þegar Rama spröðrist og hún fer hraðar sko. Já, en þú veist, þetta er en hún bara gerir ekkert sko. Einmitt, og þetta er, þú veist, James Bond bíllinn. Allt í leðri, þú veist, beinskiptur, báhátta. Þetta er ekki til lengur. Það er alveg málið sko. En segðu mér hérna aðeins í þessum gula, það var mótorinn fór, eða ekki? Jú. Og þetta er, þú veist, hvaða mótor er þetta? Er þetta eitthvað sem er erfitt að fá í og eitthvað? Nei, þetta er bara dýrt og bara, þetta er bara að vinna. Þetta er loftkælt eða ekki, jú? Þetta er loftkælt, 3,6 lítra boxer og ég var enda búin að setja blásar á hann og keyrði hann þannig í mörg ár og síðan var þetta bara svona smá ílamistök og kunnátuleysi og ég lenti því að ég brendi gat á head og ég einmitt sko, ég sagði bara sjálfum mig, ég laga næstu sumar og sama tíma byrjaði ég að smíða hvítabílinn og ég bjóst bara ekkert við að hvítabílinn færi þangað sem hann fór sko. Þannig að á hverju ári þá fara bara ógurlegir peningar því að koma á götuna og gera hann tilbúin fyrir sumarið og síðan kostar sumarið bara ógulega og síðan gerir maður þetta aftur næstu sumar og þá er ég ekkert að hugsa að fara í það í hinn sérstaklega út af því að hann vestar ekkert inn í skúr. Nei. Þetta er nefnilega helviti stjórnleysi í stjórnuninni hjá manni sko og maður er einhvern veginn, maður er bara með plan og maður ætlar að fara í það og það er einhvern veginn, það fer alltaf yfir planið og þetta verður einhvern veginn alltaf smá svona stjórnleysi sko. En víst að þú alltaf þú sennilega veist mest Porsche á Íslandi með mesta reynsluna í þessu búin að skrúa mest í þetta, þannig séð. Ég er bara fastur í gömlu bílunum. Já, ég er að tala gömlu bílunum sko. Þú veist, af hverju, maður er sökkun svolítið í þetta líka, eins mikið maður langar í þessu Porsche, þá kannski kann maður ekki efni fyrir það núna. Hérna, af hverju er svo mikil afstæða milli loftkælda og vatnskelda? Af hverju er svo mikið svona, þetta er svo mikið á sínu tíma, þetta er bara svona stöðutótt sko. Nýi bara transaksjónsbílarnir og allt það, þetta á meira verkamannatýpan versus að 911 var fórstjórutýpan sko. Þetta er bara þannig sko, en þeir eru ekkert síðri. Nei, því það var svo mikið talað þegar 996 Nei, ekki 996 sem kom út, sem var fyrst til vaskheldi Porsche. Þú veist, það var svona big deal skilur. Það var, þú veist, eru loftkeldu mótorinu verri eða? Nei, alls ekki. Þú veist, er meira vesna? Þetta er bara út af mengunar dæmi og svo leiði sko. Þetta er bara að vera elta reglurnar sko. En hvernig, þú veist, hvernig er þá kælingin í þessum loftkældubílnum? Er ekkert esen á að halda þessu köldu? Loftkæld, þetta er eiginlega öfugt. Þetta er eiginlega oljukæld. Já, það eru sem þess bara 15-16 lítra olju á þessu. Já, ok. Og jú, síðan er þetta loftkælt bara, en þetta er bara mótor basically sko. Sílindarnir eru frístandandi og já, þetta er bara kælt með olju og magni. Þannig að það er bara basically oljukælar sem að lofti er að fara í gegnum. Basically sko, svona þannig séð sko, bara blokkin er eins oljukæli sko. Já. En þegar það þýðir ekkert að þeir eru verri en... Nei, alls ekki sko. Gott að vita. Bara... En hvað er planið þá með gula? Er þá
spá að gera upp mótorinn eða fá þá bara ég er búin að vesla megnið í mótorinn og Hann er komin úr. hann er góðin úr og ég opnaði hann bara til að sjá hvað var að keypti nýhætt og síðan það bara fara í þetta sko. Það er eins og segið, þetta er bara vinna og þetta er bara tími og maður þarf bara að gefa sér tími í þetta sko. Mitt. En eins og segið, hann verður málaður og það verður skipt fjöðrun og það verður skipt felgur og það er búið að sanka þessi felgum undir hann og það, eins og segið, það er búið að smíða í hausnum og síðan bara kemur hann þegar hann kemur. Já. Hefur ekkert pælt í og það er mér svona flug í hausinu, við fórum alltaf í Norður fórum út í sumar til hérna Stuttgart, fórum í Porsche-safnið og svona, væri ekki eitthvað svona, heldur þau myndu vera eitthvað tilbúinir að fá bílinn inn, svona, gera eitthvað ég veit ekki, að því að það var væntanlega eini í heiminum myndi ég halda, eins og eins og þinn 944 hafa það. já, hann, Nei, það er ekki Þeir eru mjög svona- það er ekki Porsche mótor í honum. já, þeir eru svo purist Ég hef fengið frá sko, var semast í ljósmyndun hjá einum sem sér semast, fyrir Porsche að taka myndir af bílunum þeirra, bara Já. nýju bílunum og allt svoleiðis. Mhm. Hann sagði bara fann að þessi bíl var á forsíðunni eða það væri bara Porsche mótor í honum. Mhm. já, þeir eru bara- mjög svona purist Já, þetta er þannig sko, þetta er náttúrulega svona sacrilegious dæmi að vera með Chevrolet mótor í honum sko. Mhm. En ein ástæðan fyrir ég fór þangað á sínum tíma var bara einfaldleikin. Ég gat ekki fengið það afl sem ég vildi fá úr hinnu nema það kostaði sko bara, það meikar ekki sens. Mhm. Og þá bara sá maður hvernig menn gerði þetta í heimi og maður bara eldi það. en svo myndataka sem þú talar er það á Speedhunters myndatakan Nei, fór þetta var bara Porsche ljósmyndari bara inn í Hvalfirði og þetta var bara, hann tók þetta bara fyrir sin eigin bloggsíðu. já, ok, Við fórum með hérna nokkra gamla Porsche þarna inn í Hvalfjörð og það bara sá þetta örfáir hér á landi sko, já, en þetta var svona, fyrir mér var rosa gaman að fá einhvern svona sem hann var búin að taka myndir í stæðstu Porsche blöðum bara í heimi sko, og bara tengdu kjarnanum. já, það er bara geggjað sko Mhm. já, En fyrir þér snýst þetta þá bara aðalega að hafa gaman og ég allan að veita að margir þekkja því svona svolítið sem drift jólasvinnin út af jólavídeónu þínum. já, en hann spólaði þetta ekki bara hérna niður Já, Það var nú bara hérna í kringlunni, já, hann rölti með hann inn út hjá Hagkaup og spólaði síðan út þar sko. En hérna í nýjasta vídeónu, af því við tölum aðeins um það að loka nesjavöllum og einhverju svona og hérna og talar að það væri meira pyrringur ef að menn væri að spóla bara og götunir í bæ. Já, En það sást nú aðeins eitthvað aðeins í vídeónum hann hjá þér, já. spólinir í bæ. Náttúrulega túristandi taka freka vel í þetta þegar að bílinn blikkar í einhverju jólaskrauti og einhverju, en kannski aðeins öðruvísi þessi sem eru með bláljósin. Já. En hérna, en er þetta fastu liður hjá þér, myndirðu segja? Myndirðu taka þetta? Ég ætla ekki að segja þið sko, við erum búin að gera þetta 4 sinni Mhm. og þetta byrjaði sko 2018. Þá hafði Axel vinur minn sambandið mig, spurði hvort ég væri til í þá voru menn svona nýbyrjar að setja svona jóluljósa bíla og eitthvað svona og þá hafði hann sambandið mig hvort ég gæti nú tekið svona smá jólavídeó, bara setja smá jóluljósa spoilerin, hvort það væri í lagi og myndi keyra aðeins í dalnum. Og ég tók eiginlega svona aðeins framfyrir og sagði, ég skal bara sjá ljósin. Og síðan var ég ekkert að fara að keyra í Mósesdalnum, ég bara gerum þetta bara almennilega, þurfum í bæ og við tókum bara svona chill vídeo, spóluðum aðeins á Laugaveginum og gert það græða og síðan vakti þetta því líka lukku og ég fann svona fyrir svona pressur fólki bara, gerði eitthvað aftur. Þá gerðum við svona smá skrift um þetta og vorum hérna og vorum með henni hérna í kringlunni í bílinni eins og hann var í innkaup að kerra fullan að gjöfum, byggum til smá sögum þetta og síðan bara chill aftur og spóla aðeins niður í bæ. þá var þetta sleðin Þá var þetta sleðin og eins og segi, við vorum með þá var jólasveitnin í bílnum eða semast ekki í bílnum, þá var jólasveitnin þá vorum við ekki að lítu jólasveitnum og við vorum með meiri pakka heldur jólasveitnin. Já. Og síðan í 3. vídeónu, eins og segi, þetta er alveg langsótt, þá kaupir jólasveitnin bílinn á okkur og þá fer hann að keyra á bílnum. Þetta var svona, þetta er búið svona smá bara svona inside milli mín og vinna minna. En síðan var ítt á mig núna bara, fann að nú gerir þú vídeo, þú ert ekki búin að gera vídeo í 4 ára eða eitthvað, bara nú gerir þú jólavídeo. er ekki eina vídeo sem var Cold Start vídeoð sem var í kringlunni Þetta er allt Cold Start vídeo, þetta er allt Axel á baku Cold Start. en ég ætla að
fyrst eina vídeo sem er á YouTube, það ekki? það er konstantvídeóið. sem er hérna í kringlunni. Nei, það byrjaði hér. er líka næsta vídeo eftir sem var gert 21. Já, ok. En ok. það bara fór aldrei á flug og ekkert að því, sko. Ok. En það var sem sagt, eins og segið, það var búið í að þessu endalaust, fann að gerði vídeo og sem kom bara eitt félagi minn upp í vinnutíminn á föstudegi, réttur í jól, sagði bara, Fannar, nú gerir þú vídeo. Nú bara hjálpuðu þér og við bara gerum vídeo. Og ég tók og hringdi eitt og símtölu og ég nefndi ekkert að bara fara spólinni í bæ og gera ekki neitt, bara gera það sama. Það var bara búið, sko. Og ég sagði bara, við þurfum að finna ykkur kennileiti og við þurfum að augra eins. Og ég hringdi bara í nokkra vini og ég kom með hugmyndir og sagði bara strákar, við gerum þetta svona og sem bara gerðu við þetta og þess að segi, mér var ítt að stað á föstudeginum og við tókum vídeoð á sunnudagskvöldinu og þar á meðal spóluðu við utan jólatríðið fyrir utan hörpuna í hotninu á hörpunni og það er mjög næs út í það er nefnilega hitað planið í kringum það var bara mega næs sko það var bara fínt grip og bara allt geð en auðvitað sko á rosalega gráu svæði en við pössuðum líka upp á eins og segja, ég var líka með þá reglu sko, allt sem við gerum, við skemmum ekki neitt þannig að það er enginn að benda á bara, heyrðu, þeir gerðu þetta og sama með vélsleðinni við tjörnina það er svona, þetta er búið að vera í hausnum á mér lengi ég reyndi að gera þetta 21 þá reyndi ég að fá okkur með mér í þetta og ég lendi á mjög mikið að hiki allstaðar og bara hvort ég væri ekki alveg heill á geði sko. En ég sagði bara, þetta er geðið kumil, þetta er mesta kennileitið og það sem við gerðum núna, við settum jóluljós á sleða, fórum yfir tjörnina, eins og segja, við pössuðum upp á fuglana og við pössuðum upp á allt og við vorum tilbúinir ef sleðin færi niður, þá vorum við tilbúinir að stökka út í nokkri rafna og þarna náðum við bara skoti, þar sem við erum með Hallgrímskirkju í bakgrunni, við erum með ráðhúsið, við erum á sleða á tjörninni og bara eins og Instagram þá horfðu 100.000 manns á þau það er þetta mikið og 83% það voru Íslendingar sem segir manni það að það sá alveg menn sem er einhvað sem sá þetta sko. En það var bara að passa að þetta verið gert alveg segir líka bara helling að fullt af einhver liði sem var að horfa á þetta er ekkit endilega bíla áhuga fólk sko nei. Og bara er að horfa á þetta út af mitt kennileitónu kannski þú sér það sko, það er 125 metrar af jóluljósum á borsunni þegar við gerum þetta sko. Þetta er bara full vinna að setja þetta á sko. Já, líka bara og þarna komum við líka inn á það ef ég hefði mætt á pústlausum gömlum bíóaf eða Nissan eða eitthvað það hefði alltaf verið brjálað þegar ég gert það í hörpunni þarna bara snirtilegt, bara komum, farin, búið ekkert vesinn það skiptir mál að gera þetta vel já, líka bara, þetta er það sem Ísland ætti að vera bara frelsi og smá svona klikkað, smá svona rugg það snýst bara um að hafa gaman og eins og segi, þarna byggum við til minningu ekki bara fyrir aðra, heldur fyrir okkur líka bara core memory núna verður að bæta næsta ári ennþá betra ætla þess ekki komið gott á jólamjömbund þú segir það núna en það er aldrei ef þetta það eru komnar hugmyndir um að toppa okkur aðeins við pæli mætum bara upp vinnu hjá þér í desember og fótum að síði það bara, það er nefnilega svolítið þannig að þó að þú segir já, þetta er bara komið gott núna þá eru víninni sem eru hálfvitandir sko, sem að koma að þér og eru bara Fannar, þetta er ekkert komið gott og þú veist bara, þetta er alveg komið gott og svo eru bara konið 5-6 manns sem eru í þær, þetta er ekki komið gott við erum að fara að taka vídeo, eins og þú segir en það er einmitt líka sko, ég er búin að umkringja mig af fólki sem ég íti áfram og þeir íta mér áfram og þeir vita að við erum alltaf allir saman í liði og það er bara svo það er svo gaman við þetta ef maður væri bara einn að þessu, þá er þetta ekki gaman nei, þá er þetta heldur aldrei nýtt líka þeir ítaði áfram að því að innstinni þó þú segir og vilt það ekki, það vita er þú vilt samt bara eins og neysjálfinir það eru allir tilbúin að hjálpa sjáðu bara svo Norvel, ég bara senda hún í skilabóð hann sagði bara, þetta er geðvægt, ég kem það er svo gaman og þegar menn þeir fá taka þátt líka það er bara, þetta gefur mér líka bara að sjá í kringum það er allir að hafa gaman þetta er bara ef enginn tekur sér saman og gerir ekkert þá verður ekkert og þá er þetta hundleðilegt þú snýst bara að gera hlutina það var bara þarf að halda áfram algjörlega að gera svona hluti en að því ég fekk þetta sendina verði ég að spurja þig en að ég fekk alveg spes sent að þú væri mikill áhugamaður svartar felgur það væri með mikið skoður á því með mikið heit og að vera með svartar felgur undir bílunum
Núna er Sævar félagi minn að hlusta örugglega vonandi og hann er bara mjög sáttur. Sko, Hann hatar svartafölgur líka. ég ætla að segja þetta, ég á eitt ganga svörstu fölgum í dag. Já, Það ískrar í mér. Það ískrar í mér að þessi svartar. Ég á eftir að mála þær, ég er ekki búin að því. Það sem búið að stoppa mig er að þetta eru dýrustu felgur sem ég hef átt. Það eru anodæsaða svartar, ég hef alveg geðveikt. En þetta er mest að smekkleysa sem til er, sko. Það er engin bíl. Það er alveg til bílar sem líta vel út á svörstu felgum. Þeir eru líka inn í sýningasal og það eru 8.000 kastarar á þeim og þetta er geðveikt. Já. En til að bíl virki þá þurfa að vera 3 litir til að brjóta hann upp. Þú getur verið með hvítan bíl, svarta filmur, gráa felgur. Ef þetta er hvítu bíl með svarta filmur og svarta felgur, það eru bara 2 litir og þetta er búin eins og léleg litabók, sko, bara sorry, sko. Þannig að ég er sáttur, ég er með hvítan, með svartafölgur og gráfölgur. Nei, sko, leikurinn er bara svo einfaldur. Þetta er bara, þetta þarf að vera snirtilegt og leiðið þetta orðið bara svart og hvít, þá er þetta ekki neitt. Þannig að þú ert ekki mikið í þessu svartafölgur og einhver eBay Púst og eBay Plast. Jú, það er allt frábært. Þetta þarf bara að vera einhver kontrast í þessu. Já. Þannig að nú er félagin minn Sævar sáttur. Eins og þið segið, sko, ég ger ekki lítið úr einhver sem einhvern AliExpress spoiler eða eitthvað. Þetta eru bara skref. Já. Þú ert bara hér núna og síðan til hérna og þarna. Nei, þú veist að þetta gerir þetta fyrir svona minna ekki mikið pening en samt gera það snýttilegt. Grár spraybrúsi kostar alveg mikið og svartur, sko. já, Nákvæmlega. algjörlega. Það er bara, þú getur alveg verið með, ég er á sama stað, svartafölgur, bara getur alveg verið á koppum, Já, á stálfylgjum. stálfölgum bara, þetta er alveg eins, það sést ekki hvernig fölgur þetta eru. En hvað finnst ykkur um þessar nýju felgur sem eru svartar en framhliðin á þeim er Svona Silfur. póleraðar. já, Já, svona diamond cut Þetta eða er eitthvað sem heitir. snirtilegt en þetta virkar bara ekki í Íslandi, sko. nei, Þetta er alveg snirtilegt, sko. Þetta er mjög flott, sko. Mér finnst þetta ekkert slæmt, sko. Félagi minn á svona Audi sem er með þannig, það var hluti af fölgunni svona matt svart, hluti svona diamond cut, það er alveg svo ljótt, það er saltið ég dördu upp og þetta Já, er já. Við erum á mjög erfiðu landi þegar kemur öllu svona, sko. algjörlega. bara lakað silfur, það er best. En ég ætla að spyrja þig, Milan. Mig? Já, Hva? að því að Fannar er kallaður að Fannar F2. Veist þú fyrir hvað þetta F2 stendur? Eða? Já, F annars. Já, þetta er nefnilega ekki common knowledge hjá fólki að vita Ég vissi það af ekki, hverju það er F2. Fáir sem vita þetta. ég vissi það ekki, Norvel sagði þau mig. Og þetta, Ég bara, ha, bara, já. þetta er bara búin að nikk hjá mér. Bara sé ég var barn. Þetta bara datt í hausinu mér þegar ég var barn og ég bara, þetta er geðvægt, ég ætla að hafa þetta. Já, Keifti þetta sem enganúmer á sínum tíma og það er ennþá fólk sem fattar ekki þetta númer, sko. nei, Mér finnst það alveg geðvægt, sko. og það er mitt þetta F annar Já, og félagi minn fattaði þetta sko ekki fyrir hann sá enganúmer HR2 sem Já, er Hrannar Já. og þá var hann bara fokkin F2 er Fannar og ég var bara eitthvað já, hvað beinari og þetta er nefnilega ekkert common knowledge og, sko, og á grófri íslensku, ef þú setur punkt fyrir aftan tölustöðan 2, Mhm. þá þýðir hann annar. já, já, Það er teknilega sem vanta punktin alltaf. já, Já, já. En þarna bara, eins og segi, mér líkaði vel þessi átt og ég bara er þar og Það er lukkar bara betur. þekktu fyrir þetta. Já, það lukkar betur með enga punkt. Nei. Það væri verða, sko. Ég var þar, sko, ég vissi ekkert um þetta. Ég bara, já, eftir. Svo var eitthvað Norvel að, já, þú veist þetta þýr Fannar. Ég bara, ha? bara, já, alveg rétt. Það meikar það sens, sko. þetta er nefnilega þetta er cool, skilur við Þetta er trademark, sko. algjörlega og Og líka þetta meikar engan sens úti, sko. Nei, nei. Bara á Íslandi sem fólk Já. sílda. akkurat en svona rétt í lokin þá ætlaði ég að spyrja þig líka hvað þér finnst svona genuine að Keli hafi sett F2 logoið tattúað framan á hendina á sér. Þetta er að finna þessi, ég veit sko. Ég get alveg sagt ykkur, ég var spurður á gætibil hvort ég geti sendt logoið Já. til félagið minns og ég bara, já, ekkert mál. Bara, gjössu, hann bara, já, ég gæðum. Ég bara, já, ekkert mál, ég sendi þetta á hann. Síðan labba ég bara inn í þetta tattúdæmi. Ég hafði ekki hugmynd hvað var að gerast. Og ég fekk bara samviskupið. Við vorum við Hefur vorum þú kannski ekki sendt myndina ef þú vitað af þessu? Nei, sko, Jú. þetta hefði bara verið gert hvort ég hefði sendt myndina. já, við vorum komið að inn í tjaldið. Ég fekk alveg henni samviskupið. Ég bara, sorry Kelly, en bara ég er á hendina á þér. Já, við vorum inn í tattútjaldinu og við vorum, ég man ekki alveg, hann var að setja eitthvað Það fór gatibil á bakið á honum. já, gatibíl alveg rétt og Kjarri var að fara
splæsaði það og við vorum hann að byrja þér og ég var eitthvað að tala hann við gæjan og ég fekk að gata einhvern gæja hann í nýflunar og eitthvað, ég var að útskýra fyrir honum og ég var að vinna við þetta inn á Íslandi og eftir það er þetta búið að fasti liður, ég gataði Arnar Bla í nýflunar núna á gatubíl og við komum hann og gæjum bara hei, blessaði maður og ég bara má ekki gata hann, jú, auðvitað maður, gott inn og nei, við vorum bara komin að inn í tjaldi og það var bara, herri, já, ok, við erum að fara að henda henni gatubíl og eitthvað og hvað hefum við að gera meira? Kili sagði við erum að gera eitthvað fárlega heimskulegt, bara eitthvað ógeðslega fyndi og ég eitthvað, hvað, bara eitthvað setjum F2 hérna á hendina mér bara og fáum svo ekki segja neitt í fannar bara fyrir neitt komið álíku við og svo einmitt sendur hann á logoið og svo ertu bara röldan hjá tjaldinu og þá segir einhver við og þú búin að sjá hvað Kili er að gera og ég maður hann bara svipin og þeir eru mættir inn í kamper tjald, kerruna eða það hana bara hvað ertu að gera sko, ég sá alveg að það var stemmingana en ég sá líka að það var farið bara overboard í öllu það var allir fyrir utan skipið sko, sorry en sko, stemmingin var geggjuð alveg þangað hann var hálfnaður sko, F2 var komið og geggjustemming svo gatubíl trampstampi og þegar hann var svona hálfnaður í gatubíl trampstampinu þá var bjóri farin að renna af honum og hann bara einn inn í tjaldinu einhvern veginn með, það var einhvern gæi hálfnaki við hliðin og þegar hann var að fá tattoo á rassinn og Kili var bara, hvað er ég að gera hérna núna en þetta var geggjað þetta er minning og aðeins meira fyrir hann en hann leysir þetta coverar þetta einhvern tímann þú veist, lætur þig gera já, eða ekki skilur hann er náttúrulega komið með núna á ferð og flugi Eyvi, E85 eitthvað svona þú veist, höfum og gatibíl líka þannig að það verið gaman að sjá hvað kemur á næsta ári núna náttúrulega var þetta bara að senda eitthvað þarna hverjir eru með fyrirtæki og vilja borga hérna það er bara auglýsingarspjald já, hann fekk afslátt á ethanólinu nei, mér fannst þetta mjög fyndið en ég fekk í alveg samvinskupið ég bara var þetta nöðsynlegt en þetta er samt mjög fyndið þetta var ekki nöðsynlegt og það er skemmtilegast að við þetta algjörlega sko en djöðlega búið að vera gaman að vera með ykkur og fullt af skemmtilegu sem ég er búin að læra Porsche ég er ennþá að dásta því að drifskafti niður frá mótu til Girgarsins ég svona breytt að þygt og þú er 2 metra 22 mm öxut sko. þetta er bara brandari sko. en nú hvað séu 1200 hestöfl? Hann er búin að vera kringu 1000 hestöfl eins og í dag en hann er að toga 1300 Nm en núna með nýja mótorinn hann er sem sagt byggður til að vera 1200 hestöfl allan daginn og þetta er bara spurning hvaða túrbínu við setjum á þetta en við verðum einhvers staðar nála þessu ég ætla að reyna að vera einhvers staðar í kringum 1100 hestöfl sko já, þú ert að fara í overbuild basically bara til að vera safe ekki alltaf vera að dansa á línu það sem við erum að gera nú það er bara, ég er orðin þreyttur á að taka grip úr bílnum, ég er orðin þreyttur á að spara bílinn og vera alltaf bara svona, núna brotnar hann það er að láta tannstengulinn þólda hann fer, það fer allt já, það er nýja pakkin það er bara alltaf fyrir honum, það er bara ný vél, nýr girgasinn, nýtt drif fer þá girgasinn fram já og öxullin 22 mm, hann fer upp á vegg hann verður bara gullhúðar og settur upp á vegg sko. bara í stofu það er bara geggjað maður Fannar, takk aðeinslega fyrir að vera með okkur bara takk fyrir bóðið og ef þið viljið styrkja þá getið þið farin á lois.is og keypt ykkur merch var búið að gera Patreon? Nei Patreon? Nei jú, það var komið hvað er linkurinn á eitthvað? inn á lois.is kannski setjum við það í description á þessu líka YouTube, Spotify, nei takk fyrir að hlusta Shift Happens er í búið Dragonfly Inc. Takk fyrir okkur bye